Þá hefst 42. fundur bæjarstjórnar Árborgar, haldinn hér í Grænumörk 5 á Selfossi þann 27. júní 2024. Við förum fyrst yfir mæting á fundinn. Kjartan Björnsson, forstjóri bæjarstjórnar sem hér stendur, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista, Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi í D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, varabæjarfulltrúi í D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi í S-lista, Björgvin Guðni Sigurðsson, varabæjarfulltrúi í S-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi í B-lista, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi í B-lista, Álfheiður Eymarsdóttir, bæjarfulltrúi í A-lista. Fyrst vil ég nefna hér við fundinn hvort það er einhverjar athugasemdir við boðun fundarins. Ef svo er ekki, þá lít ég á það sem samþykkt. Við göngum þá til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá þessa 42. fundar er framkvæmdaleyfis umsókn girðing á skipulagssvæði miðbæjarins. Þar sem mótatkvæði kom fram á 91. fundi bæjarráðs og afgreiðslu tillögu skipulagsnefndar og veitingu framkvæmdaleyfis vegna girðingar á skipulagssvæði miðbæjarins er tillagan lögð fram til samþykktar í bæjarstjórn. Framkvæmdaleyfis umsókn girðing á skipulagssvæði miðbæjarins og bæjarráð frestaði afgreiðslu málsins á 87. fundi og óskaði eftir frekari upplýsingum. Tillaga frá 28. fundi skipulagsnefndar frá 8. maí liður 4 framkvæmdaleyfis umsókn og það er hér Vignir Guðjónsson fyrir hönd Sigtúns Þróunarfélags e.h.f. óskar eftir framkvæmdaleyfi fyrir uppsetningu girðingar utan framkvæmdasvæði í samræmi við meðfylgjandi gögn. Í gögnum er gerð grein fyrir áfangaskiptingu uppbyggingar á svæðinu og að auki yfirlitsmynd yfir afgirt svæði sem tekur til framkvæmdar í heild. Með afgirðingu svæði sem verði að tryggja athafnasvæði verktaka á svæðinu auk þess að tryggja öryggi bæði verktaka og vegfarenda og íbúa. Gert er ráð fyrir að girðing nái utan það svæði sem hefur verið nýtt til brekkusöngs og hátíðardögum sem mun skerða það svæði en framkvæmdaraðilar hafa fallist á að girða fram hjá því svæði í ár. Skipulagsnefnd samþykkir umsókn framkvæmdaleyfi og leggur til við bæjarráð Árborgar að umsóknin verði samþykkt og skipulagsfulltrúa verði síðan falið að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við reglugerð framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. Skipulagsnefnd áréttar að uppsetning öryggisgirðinga verði gerð í samráði við skipulagsfulltrúa og mannvirki og umhverfissvið Árborgar varðandi öryggi, aðgengi og notkun Sigtúnsgarðs. Málið var tekið fyrir að nýju á 91. fundi bæjarráðs. Atli Marir Våg, sviðsstjóri mannvirkja og umhverfissviðs, mætti til fundarins kl. 8:30 og fór yfir málavexti. Formaður bæjarráðs bar tillögu skipulagsnefndar undir atkvæði og er hún felld með einu atkvæði Arnars Freys Ólafssonar bæjarfulltrúa á B-lista og bæjarfulltrúa meirihluta greiða atkvæði með tillögunni. Málinu er því vísað til afgreiðslu í bæjarstjórn. Þetta nú hægur. Nei, það er bara misritun í. Formaður bæjarráðs ber upp tillögu skipulagsnefndar upp til atkvæða og er hún samþykkt með 2 atkvæðum bæjarfulltrúa meirihluta sem greiða með tillögunni og mótatkvæði frá Arnari Frey Ólafssyni bæjarfulltrúa B-lista. Málinu er því vísað til afgreiðslu í bæjarstjórn þar sem mótatkvæði kom. Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista og Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista leggja síðan fram eftirfarandi bókun og það eru síðan bókanir 2 hér. Vilja ég lesa þar upp? Við förum þá bara yfir það og menn fylgja því þá eftir hér og eftir þegar að bæjarfulltrúar taka til máls. En hér eru síðan fjölmörg fylgiskjöl eðli málsins samkvæmt með þessu máli og ég bið fundarritara Sigríði Vilhjálmsdóttur að leiðrétta þarna missetuna í textanum. En ég opna fyrir mælendaskrá, það hefur einn beðið að fá að taka til máls. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista.
og það opið hér fyrir mælendaskrá. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, við erum að ræða hérna framkvæmda girðingu eða framkvæmda eða öryggisgirðingu, við notað mismunandi orðið þessi fyrir hérna utan framkvæmdasvæði í miðbæ Selfoss. Svona rétt til að fara yfir aðdragandann að því og inn í hérna skipulagsnefndinni. Þá kemur sem sagt beiðni frá framkvæmdaaðila að girða af í rauninni framkvæmdasvæði miðbæjarins og fyrsta ósk var í rauninni að girða af í rauninni allt framkvæmdasvæði eða sem sagt mest allt framkvæmdasvæði sem þeir væru með til næstu ára því að að ræða það stóra framkvæmda, þetta ekkert sem byggist upp á einu ári heldur eru mörg ár undir eins og við höfum séð að einhver hlut komin upp í dag og framkvæmdir í gangi. Þar af leiðandi fara starfsmenn og sá sem hér stendur sem formaður skipulagsnefndar á þeim tíma þegar við vorum að undirbúa fundinn að þetta væri ekki, þetta yrði ekki samþykkt og það yrði í rauninni að við sæjum fyrir okkur að væri hægt að nota í rauninni þann hluta garðsins ennþá og reyna aðlaga framkvæmdatímann af því sem verið að nota Sigtúnsgarðinn í dag sem eru að langmestu leyti alltaf fyrir hátíðir okkar. Og því í rauninni á fundinum 16. maí lögð fram í rauninni og skipulagsstjóri leggur þau fram á fundinum og fundamenn höfðu þau fyrir fram að sig sem þá í rauninni í minnisblaðinu mynd þarna með bleikri línu, við getum orðað að græna línan var upphaflega ósk í rauninni framkvæmdaaðila en skipulagsnefnd tekur fyrir þessa mynd með svokallari bleikulínu sem þarna að þetta væri svona áætluð girðingalína en leið væri skipulagsfulltrúa og manneskju umhverfis falið að bara eins og menn gera í svona stærri verkefnum að vinna með framkvæmdaaðila eða verktaka á svæðinu að aðlaga svona girðinguna að þeim línu sem væri þannig að þetta gæti færst í rauninni þá frekar norðar og þetta svæði gæti orðið stærra sem yrði undaskilið til að byrja með á meðan væri verið að vinna að framkvæmdum nyrst á lóðinni sem semst í rauninni fyrir aftan pakkhúsið á þeirri lóð þar og svo meðfram í rauninni bílastæðahúsinu sem verið að byggja upp í dag. Það í rauninni næstu framkvæmdasvæði og í rauninni ekkert verið að fara innar en það allavega á meðan þær framkvæmdir eru í gangi og síðan ætla menn að halda áfram í framtíðinni þannig að væri algjör óþarf að girða svona langt inn í garðinn á þessum tíma. Það rauninni samþykkt í skipulagsnefnd að vinna eftir þessum gögnum og menn og starfsmanni falið að vinna það áfram og því að síðan vísa áfram til bæjarráðs. Bæjarráð tekur þetta fyrir og af því þetta var komið á dagskrá þá fer þetta á dagskrá bæjarráðs strax daginn eftir en það láðist í rauninni að setja í rauninni þessi gögn sem skipulagsfulltrúi hafi fengið inn á þann fund sem miður og þar af leiðandi í rauninni út frá öðrum líka umræðum á bæjarráðsfundinum því frestað á bæjarráði 90. fundi bæjarráðs, minnum við það verið 90. fundur. Og í millitíðinni þessi fundur síðan haldinn þar sem framkvæmdaaðilar hitta fulltrúa manneskju umhverfissig og þeir svona aðlaga sig að svæðinu, hvernig það á að liggja og úr verður í rauninni það sem lagt fyrir bæjarráð síðan þegar málið tekið til afgreiðslu þar í rauninni myndir fyrir neðan þar sem aðeins búið að færa girðingalínu meira sig aðeins innar í rauninni því að það sem menn sáu það bara svæðinu að það væri hægt að gera það og þyrfti ekki að með svona bleikulínu heldur væri blá lína þarna fyrir innan þannig að þar liggur í rauninni samþykktin fyrir í dag og svo í rauninni eins og maður sjá að verktakinn fór bara segja það hreint út, hann fór aðeins fram úr sér hann taldi sig hafa heimild til þess að byrja að girða og var í rauninni byrjar og sem betur fer voru nú vökul augu því að þetta mál hefur vakið eðlilega bara mikla athygli og umræðu þannig að það var stoppað af leið og menn sjá þá hvar í rauninni var byrjað að gera þetta inn í skóginum sem kannski var ekki fyrir neinum þannig að hann var ekki beðinn að taka það upp aftur heldur þetta bara en stoppað allt hitt á meðan það væri verið að fara í gegnum kerfið og væri verið að samþykkja þetta á réttum stöðum og baðst hann bara afsökunar auðvitað á því að hafa farið fram úr sér þarna og en leið var verið að ræða hvar byggingar eða svona hvar girðingalínan yrði þarna nyrst á lóðinni þannig að það væri hægt að nýta Sigtúnsgarð sem best á meðan framkvæmdir væru á hinu svæðinu. En í grunninn auðvitað þessum girðingum ætlað að bara vera öryggisgirðing utan verksvæði, bara líkt og allir eru beðnir að gera í dag hvort sem að byggja einbýlishús eða parhús eða hvað sem þá eiga verktakar að girða í kringu sig. Oftast hefur það stundu verið vandamál en bara sem betur fyrir þetta orðið sjálfsagður hlutur í dag hjá lang flestum og hefur gengið vel hjá byggingarfulltrúa að vinna að því en
og í þessu tilfelli vilja menn klára þetta til þess að loka svolítið af til að hefta bæði samtök út úr þessu, svona, ekki það skiptir ekki að sköllu, en aðalega öryggisins vegna að það sé ekki verið að valsa svæðið. En eins og fyrir 17. júní núna, því að málið hefur tafist bara í kerfinu hjá okkur, að þá eins og allir sáu þar búið að setja gengum menn frá því með léttum girðingum utanum eins og hefur verið svo sem hingað til, þannig að menn hafa svona græjuð þetta þannig að það væri svona sem mest öryggi utanum það að það myndi ekki skapa hættu, sem gott. En fyrir liggur rauninni þessi framkvæmd, því að við tökum þetta svo fyrir í bæjarráði og eins og kom fram í inngangnum kemur bara mótatkvæði og við erum með þetta til umræðu hér. Þannig að í rauninni leggjum til að þessi samþykkt í rauninni að þessi veitt framkvæmdaleyfi fyrir girðingun eins og hún kemur fram þarna, en leið framkvæmdaraðili að leggja líka í rauninni þá gönguleið framhjá í rauninni framkvæmdasvæðinu, því að eins og við vissum, eða svo vitum þegar að vera að fara í framkvæmdi þá þarf að loka þar af, en það þarf líka að komast framhjá þeim og gangandi vegfarendur þurfa að komast þetta svæði. Það ýmislegt í gangi bæði í miðbænum og fólk að fara til vinnu og svo eru hátíðir í garðinum, að þá lögð sem sagt göngulína meðfram girðingunni frá Sigtúnsgarði út að Kirkjuvegi, þannig að það sé auðfarið þá að bílastæðunum og inn í garðin, og síðan í rauninni göngulið frá Sigtúns, eftir Sigtúns götunni hinum megin við, því að það fyrir sig líka að það séu framkvæmdir á lóðinu fyrir aftan miðgarð, það kostum að það færi í gang á þessu ári eða næsta, sem myndi líka raska gönguleiðum þarna við, þannig að það er mjög mikilvægt að það séu góða gönguleiðir fyrir íbúa og gesti meðfram svæðinu líka. Síðan eru aðrar eins og sést á mynd þarna með sem gerð svona til skýringar til þess að fólk átta sig betur á gönguleiðunum, og þá þetta líka suður af garðinum. Já, ég held að þetta svona skýri ferlið, og við erum hérna núna með þetta fyrir bæjarstjórn til samþykktar og leggjum til að framkvæmdaleyfi verði veitt, og svo það auðvitað bara það sem við treystum okkar starfsmönnum fyrir, skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa, og það að þetta sé gert í góðu samstarfi eins og með önnur svona verkefni, að svona framkvæmdagirðingar séu settar upp bara með sem bestum hætti, og eins og í þessu tilfelli eins og í rauninni skipulagsnefnd samþykkir, og þá vonandi bæjarstjórn núna eftir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi í Bélistað, beðum orðið. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Það kannski ástæða til þess að ég kom hér upp og gerir svo aftur grein fyrir því af hverju ég kýsa þetta komi hér fyrir. Ég verð nú að segja eins og að bæjarstjóra lá kannski full mikið niðri fyrir og var svona lítið samhengi í upphafi þar sem að hann saði og erfitt að ná utan um það hvað meiningin var í sjálfu sér. En svo mikið liggur undir og við höfum séð í rauninni að það öllu tjaldað til, það er bætt við gögnum eftir á, það eru mistök og það eru fundir sem að enginn að vinna úr, sem eiga svo að rata á framhaldsfundi og það er bara með ólíkindum hvaða hraða svona langtíma framkvæmd það er að afgreiða þetta á einhverjum leiftur hraða hérna í bæjarstjórn eða bæjarráði. Og það er ekki einu sinni búið að undirbúa gögn vegna þess að þau eru sífellt að verða til. Svo er upplýsingapakkin og þegar komið til viðbóta við það sem var lagt fyrir í bæjarráð, og svo getum alveg örugglega glöggva okkur á mikilvæginu og því að samþykkja þetta nú. Vegna þess að hérna er bara að vera að ræða um framkvæmdir, svo alla aðrar framkvæmdir, þar sem verða að byggja utan um framkvæmdarsvæði, þar sem að það er nú komið fram að það er búið að leggja fram landið til handa þessu félagi alveg án greiðslu og lítilla skuldbindinga. Ég bara fellst ekki alveg á þetta og mér finnst þetta alveg með ólíkindum að hérna sé sífellt verða að bæta við, og ég óskaði eftir því að þetta færi aftur inn í skipulagsnefnd, þar sem að gögnin sem voru lögð fram í bæjarráði eftir að málið var afgreitt inn í skipulagsnefnd voru ekki þau sömu,
og ég í rauninni er ennþá á þeirri skoðun að það þurfi í rauninni að vinna málið, það liggur ekkert á. Ég skil ekki hvað liggur svona mikið á, ef þetta er 5 ára framkvæmd, 6 ára framkvæmd að samþykkja þetta hér. En það er nú svona, það er einhver önnur sjónarmið sem að ég kem kannski ekki auga á sem að liggja að baki að það verður að hraða þessari framkvæmd í gegn og bæjarstjórn er bara svona afgreiðslu apparat að því virðist í dag. Þannig að það er mjög sorglegt. En ég gerir samt sem áður ennþá athugasemd við þetta og þessa framkvæmd og hvernig gengi freklega inn á Sigtúnsgarðinn. Þannig að ég vil að það komi alveg skýrt fram. Takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr. Þá er Björgvin Guðni Sigurðsson, varabæjarfulltrúi S-lista, biður um orðið. Já, forseti og tilheyrendur. Það þarf að sjálfsagt mála að girða svæðið af eins og liggur í augum uppi þegar að kemur að framkvæmdum og styttist í þær. En síðan að máli var afgreitt úr skipulagsnefnd hefur ýmislegt breyst. Það var komið fram ný gögn, það er rauninni komnar eins og staðin er núna 3 tillögur að línunni sem að skermir þetta af. Og svona í ljósi þess og harðra viðbragða frá forsvarsmönnum og forsvarsfólks bæjarhátíðanna, erindi frá framkvæmdastjóra Sumars og Selfossi og framkomin áhyggja frá þeim sem að standa fyrir Kótilettunni. 2 mikla bæjarhátíðir sem skipta miklu máli og Garðurinn skipar feiknastóran sess í lífi árborgarbúa og æ meiri ár frá ári og fólk er hann kær. Vitaskuld hafa flesti skilning á því að þau þurfa að skerða hann tímabundi meðan þau verið að framkvæma. En út af þessum viðbrögðum, út af vel rökstuddum áhyggjum sem fram hafa komið frá þeim sem ég vísaði til áðan og því að málið hefur breyst og það er komið fram 3 tillögur af hvar línan á endanlega liggja, þá væri sanngjarnt að taka málið aftur inn í skipulagsnefnd. Það væri langt eðlilegast. Þar verður líklega fundur í nefndinni í næstu viku og séð afgreitt þaðan þá stutt yfir í bæjarráð, þannig að málið tefst ekki sem slíkt í langan tíma. En fyrir vikið verður örugglega miklu meiri sátt niðurstöðuna. Það er lýðræðisleg krafa þeirra sem að hluti eiga að máli að við fjöllum betur og ítarlegar þetta þannig að niðurstaðan sé skýr og trúverðug og það blasi við og liggi fyrir á hvaða gögnum við byggjum niðurstöðuna. Eins og framkom í bókun oddvita B-lista í bæjarráði þá hafa komið fram fleiri gögn í málinu síðan að það var afgreitt á sínum tíma og eins og ég nefndi hérna þá gefur auga leið að þegar uppi staðið þarf að girða svæðið af. Það er öllum ljóst, en það skiptir máli hvenær það er gert. Heimildin sem var afgreidd úr skipulagsnefnd sem slík þarf auðvitað að koma til þegar að þessu kemur, en útfærslan skiptir máli. Hvenær þetta er gert og hvernig það skarast á við og skerðir mögulega með einhverjum hætti, kannski verulegum hátíðir og annað sem á að fara fram í garðinum í sumar. Þess vegna finnst mér að sanngjarnt og eðlileg krafa að málinu sé frestað hér í dag og það teki fyrir aftur í skipulagsnefnd sem að fundar eftir fáeina daga og þannig að þeir uppi staðið þá eru tafirnar óverulegar á málinu en hins vegar getum við náð sátt framkvæmdina, útfærsluna og hvernig þetta er gert. Takk fyrir þetta, Björgvin Guðni. Eru fleiri sem vilja hjá sig? Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, við erum að ræða hérna þessi framkvæmdaleyfisumsókn vegna girðingar í miðbænum og
þetta, mér langar nú kannski bara til að byrja á að taka undir hérna með félögum mínum Björgvini og Arnari. Langar að taka undir hvert orð sem að þeir hafa sagt hérna að það væri æskilegt að málinu yrði frestað og það yrði aftur tekið upp í skipulagsnefnd þar sem að augljóslega voru ekki fullnægjandi gögn sem voru lögð fram í málinu þegar það var lagt þar fram þetta mál. Og það þarf að vanda til. Við þurfum að vanda okkur í hvernig málin eru unnin í stjórnsýslunni og það hefur í rauninni, það er mjög margt sem að hefur farið úrskeiðis í þessu máli. Eins og komið hefur fram hér fyrr eða undan þeim sem hafa komið upp undan mér. Það vantaði hreinlega gögn þegar að málið kom fyrst til umfjöllunar. Og það er náttúrulega mjög einkennilegt að það var farið af stað með vinnuna og sem betur fer uppgötaðist það á 11. stundu þannig að það var hægt að stoppa það á þessa, eða þannig að menn færi ekki fram með framkvæmd sem ekki var búið að samþykkja formlega. Svo er það bara þannig að það var mjög einkennilegu ferill í gangi varðandi þetta mál. Það var fundað með hagaðilum, eða þarf að segja þeir sem hafa verið að skipuleggja hér hátíðir yfir sumartímann, viku áður en að þessi framkvæmdaaðilar ætluðu síðan að fara að byrja á að reisa þessa girðingu. Og á vikuna á undan þá höfðu embættismenn hjá sveitarfélaginu enga hugmynd að þetta lægi fyrir og voru að töluðu það við framkvæmdaaðila að það yrði allt eins og hefur verið öll árinu undan. Þannig að þetta auðvitað ekki nógu gott og ekki nógu vinnubrögð. Síðan heyrir maður það hér að það er mikil undiralda í samfélaginu út af þessum málum með Sigtúnsgarðinn og það er mikil óánægja með þessa deiliskipulagsbreytingu sem var samþykkt hérna fyrir meira en ári síðan og fólki finnst það ekki hafa fengið nægilega góða kynningu á hvað er að fara þarna fram, hvernig þetta skipulag lítur út og fólki brugðið yfir hversu langt þetta skipulag nær inn í garðinn og hversu freklega gengi á garðinn. Það eru ótrúlega margir sem hafa komið að máli við mig, sendt mér póst, talað við mig, hringt í mig og eru bara gríðarlega óánægðir. Það var skrifað hér á samfélagsmiðla gríðarlega óánægðir með hvað var léleg kynning á þessu. Og það er auðvitað ekki boðlegt að sveitarfélagið skuli ekki hafa kynnt tillöguna sem hagsmunaaðili fyrir haldið opinn fund fyrir íbúa sveitarfélagsins. Það var engin kynning af hálfu sveitarfélagsins á þessu nýja breytta deiliskipulagi. Ég meina, að sjálfsögðu hélt Sigtún þróunarfélag sína eigin kynningu. Þar var engin staddur frá sveitarfélaginu. Það var engin staddur frá sveitarfélaginu, þannig að fólk er óánægt með þetta. Og það kemur núna fram þegar á að fara að setja upp þessa girðingu að fólki brugðið hvernig pottinn er búið og ég legg til að ég tek hérna undir með þeim sem undan hafa komið að málið verði að fari aftur inn í skipulagsnefnd og það er líka, má spyrja sig þeirra spurningar, það hefur ekki verið sótt byggingarleyfi fyrir byggingum á þessum stað og hvers vegna þarf þá að vera að girða af risastórt svæði þar sem ekki hafa verið gefin út byggingarleyfi á staðnum. Ég velti því líka fyrir mér. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Ég ítreka að við höldum okkur svona nokkurn veginn við það sem við erum að ræða hér og þá tillögu sem fyrir liggur Álfheiður Einarsdóttir bæjarfulltrúi álistað beðið málið. Já, herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kæru íbúar og aðrir sem eru að fylgjast með fundunum. Ég kem hér upp undir fyrsta lið sem er girðing á skipulagssvæði miðbæjarins. Skipulagssvæði og framkvæmdasvæði eru auðvitað tvennt ólíkt
og hér var sótt að girða af framkvæmdasvæði en ekki skipulagssvæði. En við allar framkvæmdir þá ber framkvæmdaraðilum ávallt að setja öryggismál í öndvegi, samanber byggingarreglugerð, grein 4.11.3 og 4.11.1. Það er skýrt tekið fram að það er skylda að girða af framkvæmdasvæði til að tryggja öryggi vegfarenda. Og hér er bein tilvitnun í reglugerðina með leyfi fundarstjóra. Girða skal af byggingarvinnustað sem liggur að götu, göngustíg eða öðrum svæðum þar sem hætta getur stafað af fyrir vegfarendur. Nú eins og Bragi sagði þá fór Sigtún Þróunarfélag aðeins fram úr sér og byrjaði að girða af mun meira svæði en framkvæmdasvæði. Þetta var stöðvað leið og bæjaryfirvöldum var bent á þetta. Sest var niður með hagaðilum, framkvæmdaaðilum, skipulagsyfirvöldum og samið nýja staðsetningu öryggisgirðingar. Nýja staðsetningin nær aðeins utan svæði þar sem nú er verið að framkvæma. Og tryggir að hátíðahöld í garðinum í sumar geti farið fram með tiltölulega eðlilegum hætti á sama tíma og öryggi vegfarenda og gesta á hátíðahöldunum. En að því að ágæti bæjarfulltrúi Arnar Freyr Ólafsson kaus á móti nýju girðingunni í bæjarráði, tafðist þetta og fer því nú fyrir bæjarstjórn. Hátíðahöldin á 17. júní voru þess vegna haldin án öryggisgirðingar. Sem betur fer urðu engin óhöpp af því ég best veit, enda settar upp léttar girðingar tímabundið. Við biðjumst velvirðingar. Ég get alveg viðurkennt það að við erum mannleg og gerum mistök. Og við biðjumst velvirðingar á því ef gögnin sem fóru fyrir skipulagsnefnd voru ekki þau sömu og fóru inn í bæjarráð. En leið bendum við á að byggingafulltrúi hefur fullt leyfi til að krefjast öryggisgirðingar vegna framkvæmda og hann þarf ekki sérstakt leyfi til þess, hvorki frá bæjarráði né bæjarstjórn. Hann fylgir einungis áðurnefndri reglugerð. En við tókum þetta upp í bæjarráði þar sem viðkvæman stað er að ræða sem hefur mikið tilfinningalegt gildi fyrir íbúa alls sveitarfélagsins. Við þykir mjög miður að tafir hafa orðið vegna andstöðu bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins í bæjarráði eftir að hagaðilar ásamt framkvæmdaaðilum og skipulagsyfirvöldum voru búin að ná sátt og málamiðlun í þessu máli. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Álfheiður. Þá er Þóroddur Dröfn Ingvadóttir, varabæjarfulltrúi D-lista, beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áhorfendur. Ég kem fyrir undir lið 1 þar sem verið er að fjalla öryggisgirðingu sem vegna framkvæmda í Sigtúnsgarði. Ég verð að segja eins og ég skil ekki alveg þetta upphlaup vegna uppsetningar á öryggisgirðingu á framkvæmdasvæðinu í Sigtúnsgarði. En búið er að breyta staðsetningu girðingunar þannig að hún bæði þjónar tilgangi sínum að koma í veg fyrir það að gestir garðsins séu að hætta sér inn á byggingasvæði sem liggur að garðinum. Auk þess sem hún heftir mögulegt sandfok á svæðinu inn á garðin. Einnig er búið að hnykra girðingunni til þannig að hátíðarnar sem haldnar í garðinum eða rúmast í garðinum líkt og þær hafa áður gert. Leggja því til að við afgreiðum þetta mál þannig að framkvæmdir geta hafist við stækkun miðbæjarins og við haldi bæjarhátíðarnar okkar í sumar við bestu og öruggustu aðstæður sem mögulegt er. Takk fyrir þetta, Þóroddur Dröfn. Þá er Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur.
Já, ég kem hér upp undir lið 1 og það sem situr eftir hjá mér eftir þessar umræður er alltaf það sama. Að afgreiða lík mál með líkum hætti. Að girða af utan einbýlishús sem er búið að fá leyfi fyrir og leggja inn allar teikningar og allt sem byggingafulltrúi fer fram á er ekki það sama og fara að girða af að mínu viti land sem hefur tilheyrt sveitarfélaginu og almannahagsmunir miklir og í rauninni land sveitarfélagsins sem við erum að höndla með er auðvitað bara land íbúa og þetta er auðvitað land sem íbúar hafa verið að nýta á þeim bæjarhátíðum sem hafa verið haldnar með miklu myndabrag síðustu ár. Mér finnst ekkert óeðlilegt við það að þeir sem eru að standa framkvæmdamanna girði af það sem eru að girða af núna eða það sem eru að byggja núna og eru með framkvæmdir núna og bæti svo við og stækki girðinguna bara eftir behag. Þannig að ég segi bara þeir eiga að stuðla öryggi íbúa þar sem þeir eru að stunda framkvæmdir með leyfi byggingafulltrúa hér og nú. Þannig að ef að öryggi íbúa hefur verið ógnað á 7. júní þá skil ég það ekki vegna þess að ef það eru framkvæmdir þarna sem eru þá sannarlega hlýtur að hafa verið sett upp girðingi kringum þær framkvæmdir eins og reglugerðin kveður á Þannig að ég skil ekki alveg málflutning Álfheiðar en að hagaðilar séu sáttir, ég er búin að fá mikið af símtölum undanfarið og ég veit ekki betur en að hagaðilar séu mjög ósáttir. Ég veit ekki betur en að við hér bæjarfulltrúar höfum fengið bréf hér bara korter í fund þar sem að aðili framkvæmdarstjóri, aðili sem stendur á stóri hátíð og við höfum ekki gleyma því að þetta er ekki bara hátíð fyrir okkur til þess að mæta og gleðast, heldur er þetta gríðarlega miklar fjáraflanir fyrir íþróttafélögin okkar. Þarna eru bara fullt af milljónum undir fyrir lítilfélög og stórfélög og skipta sköpum í þeirra starfi allt árið kring. Og skipta ennþá meira máli núna þegar sveitarfélagið hefur verið í þeirri stöðu sem það hefur verið. Það hefur ekki getað lagt inn frekara fjármagn eða viðbóta fjármagn og þá skiptir þetta gríðarlega miklu máli því að íþróttafélögin standa ekkert vel og það vitum við öll. Því þau eru líka auðvitað bara súparsegið af vaxtaumhverfi og þeim erfiðu rekstrar skilyrðum sem eru þarna úti. Þannig að ég er fyrir framgangi sveitarfélagsins míns frá bara dýpstu rótum hjarta míns. En ég er alltaf fyrir því að afgreiða lík mál með líkum hætti, það er það sem við erum að stunda hér. Við erum kjörin til þess að gæta hagsmuna sveitarfélagsins og afgreiða lík mál með líkum hætti. Og það að menn fara af stað og girði af land sveitarfélagsins sýnir svolítið í hvaða stöðu þeir telja sig vera. Við verðum að standa vörð hagsmuni sveitarfélagsins og hagsmuni íbúa, ekki hagsmuni verktaka. Takk fyrir þetta Fjóla. Það var Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista biður orðið. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Öryggismál. Nú skildi stefna þessu máli áfram í krafti öryggis. Og við hljótum að hafa bara verið mjög óörugg undanfarin ár. Vegna þess að ég sé svo sem litla breytingu á þessari girðingu frá undanförnum mánuðum. Að fara að setja þetta undir þessa girðingu og þessa freklugu framkvæmd undir öryggismál finnst mér alveg ótrúlegt vegna þess að það er mikill styrr í samfélaginu þetta mál og við getum ekki farið að segja það og samþykkja það að þetta sé svo óöruggt í dag. Við bara verðum að heimila verktaka að ganga fram eins og honum sýnist. Við bara verðum að gera það í krafti öryggis. Svo að börnin okkar verður ekki fyrir njaski, eða við sjálf, eða gamla fólki. Þetta er engin málflutningur sem að stenst. Og ég frábið mér því að vera bendlar á einhvern hátt við það að ég sé að stuðla að óöryggi borgarana. Það er algjörlega út í hött. Og ég byrði bara bæjarfulltrúa að vanda aðeins málflutningsin þegar það kemur að einhverju slíku og bera slíkt á aðra bæjarfulltrúa. En ég held að í ljósi málsins og þá ítrekja það aftur að
að óvöndu vinnubrögð hafa verið stunduð hérna í þessu máli og við höfum bent á það öll sem eitt núna sem höfum komið hérna fram að við teljum að það væri langheppilegast ef þetta færi aftur fyrir skipulagsnefnd og færi til fyrir umræðu þar og fyrirtöku og mögulega fundnar einhverja málamyndanir sem að allir geta fellt sig við. Að öðrum kosti situr auðvitað meirihlutin eftir með alla ábyrgð á málinu og alla þá óánægju sem kann að hljótast í kjölfarið af því að ganga svona freklega inn á Sigtúnsgarðinn. Takk. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr. Þá hefur Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, beðið um orðið. Forseti, ég ætla nú að byrja á að taka undir með bæjarfulltrúa Fjólu S. Kristinsdóttur. Það er auðvitað algjört lykilatriði að stjórnsýslan vandi hvernig mál eru afgreidd og að sambærileg mál séu afgreidd á sama hátt og lík mál séu afgreidd á sama hátt, annars bara er ekki marktakandi á okkur. Það er alveg augljóst. En ég vil nú segja varðandi það sem að bæjarfulltrúi Þórildur Dröfn sagði með að skildi ekki í hvað er mikið læti út af öryggisgirðingu. Já, það er nú bara eins gott að varð upphlaup út af þessu máli, því annars væri búið að reisa þessa blessuðu girðingu á allt öðrum stað. Þannig að það var bara eins gott að fólk sýndi með fótunum að því líkar ekki svona vinnubrögð og það þarf að hlusta á fólk og við þurfum að vanda vinnubrögðin maður fer ekki bara af stað án þess að fá formlega samþykkt fyrir og málin formlega afgreidd. Þetta auðvitað, við erum opinber stjórnsýsla, þannig að það er, svona getum við ekki unnið. En varðandi öryggi og annað, þá bara eins og þeir sáu sem mættu hátíðahöldin 17. júní, það stafaði ekki nokkrum einasta manni hætta af einunni en einu. Það var bara búið að girða svæðið af á mjög fínan hátt, bara mjög vel gengið frá þessu og var ekkert við það aðtöku. Ég fór nú að skoða þetta sérstaklega, gekk þetta meðfram girðingunni og það hefði nú þurft verulega einbeittan brotavilja til að fara sér að voða þarna. En aftur á móti nokkrum dögum seinna fór ég niður tröppurnar inn í miðbæinn, í nýmálaðar tröppurnar og það munaði engu að ég hefði runnið á höfuð þar í, það er stórhættulega tröppur, ég vona að það verði lagað. Það voru nokkrir þarna saman sem fóru niður tröppurnar og var næstu allir dottnir. Það búið að mála með einhverju svona sleipri málingu. En það stóð engum hætta af neinu þarna á 17. júní og það var bara verulega vel frá því gengið. Þannig að það er ekki hægt að tala um hér að fólki stafa hætta þessu. En ég held að við ættum að taka formlega fyrir tillögu að málið fari aftur fyrir skipulags- og byggingarnefnd. Að það verði formlega tillaga lögð fram það. Takk. Takk fyrir þetta, Arna Ýr. Forseti ætlar að óska eftir að hér verði gert fundarhlé. Já, það verður ein ræða fyrir fundarhlé en Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Já, góð umræða og eðlilega, bara sem er mjög eðlilegt, við höfum skiptað skoðanir á hlutunum og kannski hvernig þeir eru afgreiddir. Bara þannig að svona stjórnsýslu farvegur þessi skýr að ástæðan fyrir því að það er óskað eftir upprunalega framkvæmdaleyfi fyrir þessari framkvæmdagirðingu, utan hvað svæði, var að því að það liggja fyrir umsóknir byggingarleyfi á þeim reitum sem Sigtún Þróunarfélag er að halda áfram að byggja á. Og eins og í kynningargögnum og þeir sendu það með, núna eru framkvæmdir við, eins og fólk tekur eftir, það er verið að framkvæma með bílastæðahús og meðfram Eiraveginum. Næstu áfanga sem á að hefjast handa við, sem er svona samkvæmt þeim áætlunum sem sveitarfélög eru fengið og því sem mannvirkja umhverfisins er að funda með þeim, þar sem starfsmenn sveitarfélags er að vinna að, ekki við bæjarstjórn, heldur bara starfsmenn sveitarfélagsins, þá ætlar verktakinn að hefja þær framkvæmdir svona þegar líður á svona í lok sumars og byrjun haust. Og þar liggja fyrir inni hjá mannvirkja umhverfisins byggingarleyfis umsóknir fyrir þá reiti. Þar að leiðandi voru menn óska eftir að fara í
framkvæmda girðingu utan svæðið sem ætti að vinna að núna. Þeir ætluðu sér að hafa, eins og ég kom fram í upphafi, girðinguna miklu stærri en við gátum sæst á, og þess vegna þetta tekið náttúrulega þannig með nýri tekningu inn í skipulagsnefnd að nei, við viljum nota svæði sem verið sannarlega notað undir meðal annars hátíðir í dag. Það þarf ekkert að loka af, eins og það ekkert að fara að framkvæma því svæði, bara algjör óþarfi. En þarna, eins og ég lýsti fyrir aftan pakkhúsið í svæðum 2B og 2C, þið sjáu þetta í gögnunum, það eru næstu áfangar sem á að byrja að byggja á í haust. Í lok sumars og haust, það þarf að grafa, það þarf að fara í gatnagerð og í rauninni uppbyggingu. Og þetta tekur allt eðlilega tíma að fara í þetta og menn vilja kannski byrja á gatnagerðinni á undan. Ég er ekki með dagsetningar en þetta treysti ég bara starfsfólki sveitarfélags og mannvirkja umhverfis og byggingarfulltrúa fyrir þeim verkefnum sem honum er falið. En þessar umsóknir liggja inn og þá þarf náttúrulega að samþykkja í réttum bara, og menn geta farið mismunandi leið eðlilega að því, en þarna var bara allavegna hugmyndi þeirra að gera þetta bara strax með þessum hætti, sem var búið að samþykkja þetta í skipulagsnefnd með réttum hætti að beygja inn til þess að halda svæðinu sem við erum að nota inni. Það var samþykkt þannig í skipulagsnefnd og skipulagsfulltrúa falið að vinna úr því áfram með verktakann. Og því það treystum við bara okkar starfsfólki til að gera. Við hefum ekkert endilega þurfa að vera með einhverja nálarauga yfir herðum okkar starfsmanna. Það var búið að samþykkja þarna svona viða við þessa línu sem er bleikalínu í gögnunum, en ef menn komast innar frábært, þá fáum við bara aðeins meira svæði fyrir notkun garðsins. Þannig var þetta samþykkt úr skipulagsnefnd. Það hafi orðið líka af því að það var talað að starfsmenn hefði fundað með hátíðarhaldurum, já, og því miður eins og gerðist að þar fóru menn með vitlaus upprunalega gagnið á fund en ekki það sem skipulagsnefnd samþykkti, sem er mjög miður, sem var það þarna kannski meira málið átt að vera, því að skipulagsnefnd samþykkir með þessum samtali við verktakann að hann sveigi framhjá til þess að við getum nýtt þetta svæði áfram. Af því að hugsunin er að þeir fara að byggja þarna á þessum reitum 2B og C sem eru fyrir aftan og innan bara þeir reit sem var næstur í rauðinni, en athafnasvæði væri á þeim svæði sem er núna það sem menn voru að rífa hafnarhúsi sem því miður brann, þar er því athafnasvæði verktaka. Því að eðlilega þurfa menn eitthvað svæði svona aðeins út fyrir byggingareitin til þess að vinna með og þar myndi það vera, því það er ekki verið að nota það á neinum öðrum. Þetta er girt af í dag og menn getur nota það. En inn í Sigtúnsgarðinum fyrir fram á söngskálinn okkar, þar þyrfti ekki að gera það strax og það er bara tekin staðan þegar að það kemur byggingarleyfi á þeim reitum, þá er farið að gera utan það svæði. Það lá alltaf fyrir og hefur alltaf legið fyrir. En því miður var þessi leiði miskilningur þegar upprunalegu gögnin fara út á þann fund, þannig að menn miskildu í rauninni hver girðingin ætti að vera. Og verktakinn gerði það líka í upphafi því miður. En sem betur fyrir var það að stoppa og ég tek alveg undir með Örnunga sem betur fyrir voru menn vakandi því að hann hefði þurft að færa girðinguna því við hefðum ekki samþykkt það var ekki samþykkt þannig í skipulagsnefnd og það áttu starfsmenn að fylgja eftir og gerðu það síðan endan. Og þar af leiðandi eru þau gögn lögð fyrir bæjarráð eftir því við treystum starfsmennum okkar að vinna þetta með í rauninni verktakann. Þannig að það sé í rauninni sagt. En síðan í rauninni er það í rauninni mannvirkja umhverfisins og byggingarfulltrúa í framhaldinu að gefa út byggingarleyfi þegar allt er klárt fyrir þann umrædda svæði. En menn gera þannig ekki fyrir að það er búið að ganga frá öllum endum og þetta er svona einn af þeim. Þannig ég tek algjörlega undir að það á að vera sambærileg afgreiðsla og vönduð stjórnsýsla og það er rauninni bara hugsun þessu. Það liggja þarna fyrir leyfisumsóknir þetta svæði þar sem menn ætla að fara að byggja og það þarf að setja girðingu utan það. Hún getur verið svona létt eins og er í dag og þetta var svona í fyrra líka. Gerir algjörlega sitt gagn utan það svæði sem er núna en hvort sem það er setja þessa girðingu upp í rauninni eftir að þetta verður afgreitt héðan eða í næstu viku eða eftir, það er bara samráð sem þeir eiga með starfsmönnum sveitarfélagsins þegar að leyfi verður veitt. Við þurfum ekki að hafa endilega stórar ágjörðum því að við vitum að við getum nota svæðið áfram eins og það er í rauninni nýtt í dag. Takk fyrir. Já, ég byrst afsökunar, bara ég var búinn að biðja orðið áður en að fyrirhugað var að leggja til örstutt fundarhlé og það er hér ein á mælindaskrá, verður tekið á eftir, en ég ætla að gera tillögu hér að 5 til 10 mínútna fundarhlé.
Jæja, þá fundi fram haldið hér á 42. fundi bæjarstjórnar Árborgar, haldinn miðvikudaginn 27. júní 2024 og við erum að ræða mál 1 á dagskrá fundarins sem framkvæmdaleyfis umsókn fyrir girðingu og skipulagssvæði miðbæjarins. Og hér hafa verið fluttar allnokkrar ræður og það ennþá bæjarfulltrúar á mælendaskrá. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir beðið um orðið. Bæjarfulltrúi Dýrstað. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég var nú búin að biðja um orðið en Bragi Bjarnason bæjarstjóri var nú eiginlega búin að svara mér, en það snýr aftur og ennu aftur af því að afgreiða sambærileg mál með sambærilegum hætti. Hann kom einmitt inn á það hér að það væri ekki búið að rukka byggingarleyfi, en það finnst mér alveg sérstakt vegna þess að þau 2 ár sem ég satt sem bæjarstjóri, þá voru sendt út byggingarleyfi bara leið og við sáum smá vona á ná okkur í pening og þar á meðal til dæmis á Austurvegi 4 fyrir aftan Miðgarð, þar var búið að senda út byggingarleyfisgjöld og fuldareikningum fyrir alls konar áður en að þeir töldu sig geta yfir höfuð bara farið að stað eða gert girðingar. Og það var eins með Móstek þegar hann var boðinn út að þá voru öll byggingarleyfi, það var allt sendt út bara leið og það var í rauninni varla hægt að komast á svæðið. Þannig að ég segi aftur, reynum að afgreiða lík mál með líkum hætti og allir séu undir sama hatti þegar kemur að því að innheimta tekjur og gjöld og þó að við séum sannarlega ekki að rukka þarna fyrir landsvæði eða viðbóta byggingamagn, en að við séum allavega að rukka strax fyrir þau byggingarleyfi sem að greinilega bíða tilbúin í starthólunum. Takk fyrir þetta, Fjóla. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi Dýrstað beðið um orðið. Já, bara rétt svona til að koma þeim upplýsingum á ráði. Það í öllum tilfellum fyllt í sama að þegar veittur byggingarleyfi, þegar það fer fyrir afgreiðslufund byggingarfulltrúa og það samþykkt í rauninni framkvæmdaleyfi, þá þurfa menn að vera búnir að borga öll gjöld. Það gildir eins í rauninni í þessu tilfelli. Þannig að þegar þetta verður samþykkt í rauninni eða þau leyfi sem eru samþykkt, þá þarf þetta að greiða. Það er alveg rétt, það á að gilda eins alla og ég treysti því að það sé nákvæmlega eins, af því að ekki sendu við út sjálf reikningana, en ég treysti því að starfsmenn sveitarfélags og það ferli virki að það sé sent út á bara sama tíma og hjá öllum öðrum. Ég treysti því, ef svo ekki þurfum við sannarlega þá að taka það til skoðunar, en ég treysti því að svo sé. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi Dýrstað beðið um orðið. Forseti, já, takk fyrir þetta, Bragi. Ég veit að fjárhagur sveitarfélags hefur batnað til muna á síðastliðnu ári. Greinilega svo mikið að það þarf ekki að vera í fressinu að sjá hvar maður getur sótt sér tekjur eins og var á síðast ári, sannarlega. Þannig að, en ég geri þá kröfu á bæjarstjóra að hann sé einmitt að fylgjast með því, ekki bara starfsmenn sveitarfélagsins, því hann jú starfsmaður sveitarfélagsins, æðsta og fer þar fyrir og ber ábyrgðina og auðvitað veit ég það er ekki alveg eins hart í búi eða hart í það þarf ekki að vera refresh takkanum fyrir laununum eins og var á sama tími fyrra, en ég gerir samt á kröfu á að bæjarstjóri sem meðvitaður það hvað sendt út og hvað verið að rukka og ef það ekki búið að senda út þessi byggingarleyfisgjöld og það ekki búið að samþykkja, þá skil ég ekki hver rökin fyrir því að gera það allt þetta svæði af, þetta einhvern veginn, ég bara minnst þetta mál allt til skrýtnasta. Takk fyrir, Fjóla Steindóra. Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi Dýrstað beðið um orðið. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Kom fram í máli bæjarstjóra hér áðan að það væri fullt traust til embættismanna og stjórnsýslunar hér og það gott að heyra að það sé fullt traust til þeirra. Þau eru samt sem áður ekki í pólitík, þau eru að framfylgja málum. Og þegar það kemur að svo stóru veiðamiklu máli eins og að girða af Sigtúnsgarð, að þá að sjálfsögðu kemur það til kasta okkar í pólitík.
Það er bara hið eðlilegasta mál. Og það mátti skilja sem svo að við höfum bara fyrir rælni tekið þetta úr höndum embættismanna sem við treystum fullkomlega fyrir verkum og fengið þetta inn á borð hjá okkur hérna í bæjarstjórn. Það bara var ekki þannig. Þetta var allan tíman að fara þessa leið og við í rauninni getum ekkert afsalað okkur ákvörðunarvaldinu til embættismanna hér í bænum þó að þeir séu afskaplega velgerðir og miklu fagmenn. Að þá er samt sem áður þannig að þegar stór mál koma til kastana þá ber okkur að fjalla þau, segja íbúum hvar við stöndum í þessu máli og kasta atkvæði á eftir þeirri skoðun. Þetta er ekki bara afgreiðslustofnun hér í bæjarstjórn heldur á ákvörðunum embættismanna, heldur eru við að taka ákvörðunir fyrir embættismannina til þess að framfylgja þessum ákvörðunum. Þannig að við skulum halda þessu alveg til haga að hér er bæjarstjórn sem að á í rauninni að taka málin til afgreiðslu og ákvarðana og sá var háttur fyrir hluta kjörtímabils, afsakaðu forseta, ég fara aðeins út fyrir málefni, að hér var í rauninni mun meiri samráð haft og það er að hluta til ekki eins og staðan núna og ég kalla kannski eftir því að menn fari aðeins lýðræðislegri leið að niðurstöðunni heldur en að reyna að fara þetta á kröftunum einum. Takk. Takk fyrir þetta Arnar Frey. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, með orðið. Já, forseti bæjarfulltrúar tilheyrendur. Jú, við þurfum sko sannarlega að vera á refresh takkanum í öllum því sem við erum að gera og við viljum ná í tekjur sveitarfélagsins. En staðan er sannarlega betri. Bara svona til að komi fram, af því að bara öll mál eiga að vera afgreidd eins frá byggingarfulltrúa og bara svona til að taka síðasta fundin í morgun að því þessi mál eru eðlilega vinnast bara í ákveðnum farvegi, hvort að girðingin komi á undan eða menn sé að vinna, þú veist, þetta er bara það sem er í gangi, þarna er sem sagt við viljum bara gangur þessi góður í rauninni í öllum málum, en bara til þess dæmi þetta miðstræti 2-8 sem er semst í rauninni lóðin beint fyrir aftan Pakkhúsið sem er eina af þessum lóðum sem menn vilja fara að byrja að framkvæma á, að hún var sem sagt samþykkt í morgun og það er staðfest að byggingarlegu skjöld og öll önnur tilskild gjöld hafi verið greidd. Þannig að þetta er náttúrulega alltaf gengið, það er alltaf þegar fer fyrir byggingarfulltrúa og þá er í rauninni búið að ganga frá þessu áður en það er samþykkt. Síðan þarf kannski að vinna einhverjum teikningum og svo kemur kannski annað sem er bara frestað hreinlega af því það vantar gögn og það gerist alveg á fundum og þá er það bara tekið fyrir næst. Ef við höfum lent í þessu öllu saman. En mál sem eru tekin fyrir og samþykkt svona af byggingarfulltrúa þá á að vera búið að greiða gjöldin og það er sannlega bara í þessu tiltekna máli gert og í öllum öðrum að því sem ég best veit. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi, þá ætla ég að óska eftir því að Brynhildur Jónsdóttir varaforseti taki við stjórn fundarins. Já, takk fyrir það. Við erum hérna undir lið 1, þarna framkvæmdarleyfis umsókn, girðing á skipulagssvæði miðbæjarins og Kjartan Björnsson bæjarfulltrúi til D-lista hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Í júní á síðasta ári þá afgreiddum við þetta hér á vettvangi bæjarstjórnar, þetta skipulagsmál varðandi og breytingar á deiliskipulagi og annað að undangenginni íbúakosningu sem samþykkti þetta skipulag með allnokkrum meirihluta. Ég biðst afsökunar forseta að fara hérna örlítið út fyrir efni, ég þarf að rekja mig aðeins áfram að því ég tek svo sjaldan til máls hér sem almennur bæjarfulltrúi. Það er nokkuð ljóst á umræðu íbúa að það virðist ríkja nokkur misskilningur með stærð þess svæðis sem að nýtt deiliskipulag tekur til og það kemur að þér virðist fólki í einhvers konar opna skjöldu og það er auðvitað mjög miður að svoleiðis hafi verið.
En það er nú enga síður staðan og þetta er niðurstaðan, það er búið að samþykkja þetta svona. En síðan hefur byggst upp mjög sterk umræða þessar breytingar núna á síðustu vikum og ég get ekkert neitað því sem bæjarfulltrúi að ég hef ekki farið varhluta af þeirri umræðu, skulum við segja. Ég orðið þetta bara pent. En það er til þess að gera það alveg skýrt og þá er ekki verið að ræða það tiltekna mál núna. Það er verið að ræða þessa framkvæmda girðingu eða öryggisgirðingu, þær framkvæmdir sem eru framundan og næstu vikum eins og segir þarna í einu fylgiskjalinu og þá náttúrulega er það lögum samkvæmt, eðlilegt að gera girðingu það. En eins og hér var lýst að framan og kom fram hjá nokkrum bæjarfulltrúum, þá er ég alveg sammála því að það var miður að bæði framkvæmdaraðilinn fór þarna aðeins fram úr sér og ætlaði að vaði að gera girðingu og síðan auðvitað var hún svolítið mikið utanlega og sem betur fór að þá var þessu bakkað aðeins aftar þannig að það lá ekkert á að fara að gera girðingu inn í garðinn eins langt og skipulagið segir til þegar að framkvæmdir ekki að fara að hefjast þar nærri strax. Ég hef hins vegar tekið á móti rökum og skoðunum ýmislegt sem tengist þessu nýja skipulagi og varðandi nýtingu garðsins inn í framtíðina og verð að viðurkenna það og hef auðvitað lýst þeirri skoðun minni að ég var í grunninn andvígur þessari stækkun og svo ég segi það bara algjörlega skýrt. En ég var hins vegar fylgjandi miklu fleiri atriðum í skipulaginu heldur en andvígur, þar að segja ég lét það ráða för og síðan auðvitað íbúakosningunni sem að fór hér fram. Þannig að það var auðvitað erfitt fyrir mig að mörgu leyti að greiða þessu atkvæði í fyrra, en nú er þetta framundan að reisa þessa öryggisgirðingu sem við erum að ræða hér og það hefur ekkert með skipulagi að gera, það sé skýrt sagt, þannig að við verðum náttúrulega kannski að greina þarna aðeins á milli. Ég hins vegar hef velt þeim möguleika upp svo sem í mínum hópi hvort að það mætti ekki fresta þessu fram á haustið varðandi það þá að hvort að framkvæmdir eru kannski ekkert að fara að byrja nærri strax og hvort það liggi eitthvað á því en eins og við sjáum á teikningunni sem er sett hérna fram að þá er þó veittur griður á það svæði sem er mest notað á okkar bæjarhátíðum, það er að segja skálinn, þar sem að fólki kemur saman og inn á það, þannig að ég held að það ætti svona í grunninn að geta sloppið til fyrir þær hátíðir sem eru í sumar. Þetta vildi ég nú bara sagt hafa hér vegna þess að ég vil bara vera ærlegur og einlægur í því að það heggur ansi nærri mér svo andstaða við þessa girðingarvinnu sem að hér er framundan, en ég held að menn verða að gera alveg grein fyrir því að gera sig grein fyrir því að þetta snýr ekki að skipulaginu sjálfu sem menn kunna síðan eftir á að vera ósáttir við. Þannig að ég hygg að þetta fari nú þannig að við þurfum að samþykkja þessa girðingu og koma henni upp en ítreka áfram þá bókun sem ég lagði hér fram í fyrra andstöðu mína við stækkunina, en það er nú bara þannig í lýðræðis samfélagi að íbúarnir kusu þetta og hópurinn í bæjarstjórn var líka samþykkur þessum breytingum eins og það var lagt fram þá, þannig að ég lét það ráða minni afstöðu. Já, takk fyrir þetta. Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-listann, hefur beðið um orðið. Já, frú forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Þetta var ágætis inn að koma forseta og í rauninni heiðarleg og góð ræða í sjálfu sér og það er náttúrulega þannig að við þurfum að standa með sannfæringu okkar og það ætti náttúrulega ekki að koma
neinum óvart hvar undirritaði stendur og hérna, ég samþykkti ekki þennan viðaukasamning og hérna, ég satt hjá á þeim tíma og það var á þeim grundvelli að það var ekki verið að innheimta af þessu gjöld. Að hérna, hvorki verið að rukka fyrir landinu í byggingaréttin. Þannig að sú afstaða var alveg skýr og sú afstaða stendur enn og ég stend með henni alveg svo ég gerði í upphafi. Þannig að ég er samt sem áður fagna því að það séu skoðanaskipti á meðal fólks og við auðvitað verðum að hérna, lúta meirihlutanum, það er alveg ljóst en við getum samt sem áður reynt að ná saman og hvet til þess. Takk. Já, takk fyrir þetta. Björgvin G. Sigurðsson hefur beðið um orðið, bara bæjarfulltrúi S-lista. Gjörðu svo vel. Forseti og tilheyrendur, ég vildi bara í rauninni draga saman þar sem að við fórum að stað með hérna upp á hefur í rauninni skýrst ennþá frekar í þessari fínu umræðu hérna í dag. Þetta verið ágætt umræðu með þetta máli að því að og forseti bæjarstjórnar nefndi hérna marga athyglisverða fleti á því að við erum auðvitað ekki að ræða skipulagið sem slíkt. Það liggur fyrir, það er búið að samþykkja það. Og girðingin verður auðvitað reist utan framkvæmdasvæðið þegar upp er staðið. Það er líka ljóst og eins og reglur segja til að gera skuli. En máli snýst hvenar það er gert og hvernig það er gert til að ná sátt við þá bæjarbúa og hag aðila eins og kallað er sem að eiga mikið undir því að þetta sé sem best gert og á sem réttustum tíma. Og það erindi sem okkur barst hér í dag frá framkvæmdastjóra sumars á Selfossi er ein af mörgum ábendingum eða ákalli að máli verði vandað og skoðað betur áður en farið af stað. Það er ekki verið að ofra neinu, það er ekki verið að fresta einu eða neinu þó að máli fari aftur fyrir skipulagsnefnd og þaðan aftur inn í bæjarráð eða mögulega fyrir bæjarstjórn eftir hvernig það er akkurat þar. Þannig að umræðan snýst ekki það hvort að þessar framkvæmdir muni eiga sér stað. Það liggur fyrir, það er búið að samþykkja það. En það liggur fyrir hvernig þetta er gert og hvenar og mér finnst það bara sanngjarnast út frá öllum sjónarmiðum. Þeirra sem hafa af þessu áhyggjur, þeirra umræðu sem er svo sannarlega hávær í sveitarfélaginu og vel má vera eitthvað henni sé byggt á misskilningi eða einhverju sem fór af stað þegar að framkvæmdir fóru í gang en voru síðan stöðvar og svo framvegis. Og það eina sem gerist með því, eða eitt af því sem gerist með því er að þegar við tökum máli fyrir, ef við tækjum máli fyrir aftur, er að þá er þetta að skýra þetta allt saman, það er þetta að kalla til fundar þá sem hafa verið að senda inn erindi og lýsi verið áhyggjum af framkvæmdinni og þeim mögulega neikvæðu áhrifum sem að hún nú í sumar gæti haft að þeirra mati á hátíðarnar hér í bænum sem að eru auðvitað stórviðburður sem að færa mikið af fólki og fjármagni hérna inn í sveitarfélagið, skipta okkur miklu mála, það er heppnin sem allra best og sem það muni örugglega gera, en það er erfitt að líta fram hjá því eða að sneiða hjá þeim áhyggjum sem að þessir og þau hafa verið að lýsa yfir girðingunni og þess vegna er rauninni bara vinningur í því fyrir alla aðila. Bæði framkvæmdaaðilana, bæjarstjórn og stjórnvaldið hér. Við tala ekki þá íbúa sem eru að lýsa áhyggjum sínum. Að málið sé tekið fyrir aftur, það skýrt, farið yfir öll gögn og síðan afgreitt og framkvæmd hefjist þannig og þegar að sem best hendi. Já, takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka til máls varðandi þetta? Ef svo er ekki, þá hefur borist hérna breytingartillaga og hún gengur lengra heldur en því að og þá ætla ég leggja hana hérna fram eða sem sagt lesa henni upp tillaga frá Örnu Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúa á S-lista að málinu verið vísað til umfjöllunar á ný í skipulagsnefnd. Þeir sem eru samþykkir því að
vísa þessu aftur til skipulagsnefndar vinsamlega skeðumerki. Þeir sem eru á móti, það er tillagan felld með 6 atkvæðum, það er 5 atkvæði D-lista og 1 atkvæði A-lista. Satt ykkur hjá? Nei. Og Fjóla Steindóra Kristinsdóttir. Já, en hún ætlar að fá að gera grein fyrir atkvæði sínu og hún ætlar að fá að gera það. Viltu gera það eftir? Ok. Og þá ber ég upp tillöguna framkvæmdaleyfis umsókn girðingu á skipulagssvæði miðbæjarins. Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu vinsamlegan skeðumerki. Þeir sem eru á móti. Já, hún er samþykkt með 5 atkvæðum D-lista og 1 A-lista og á móti voru S-listi, B-listi og Fjóla Kristinsdóttir D-lista. Og Fjóla hefur óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Gjörðu svo vel, Fjóla. Já, forseti. Ég leggst gegn því að framkvæmdaleyfi fyrir girðingu á skipulagssvæði miðbæjarins verði veitt að svo stöddu. Ég skora á bæjarstjórn sem fer með skipulagsvald sveitarfélags að sýna dug og kjark og staldra aðeins við. Í ljósi þeirra bókana sem bókuð var á 91. fundi bæjaráðsins 13. júní síðastliðinn tel ég mikilvægt að hefja undirbúninga af endurhönnun Sigtúnsgarðs og farið verið strax í að kalla hagaðila að þeirri vinnu. Áður en Sigtúnsgarðurinn verður minnkaður eins og áformað og notagildi rýrt. Uppbygging í sveitarfélaginu á ekki verið styrkt á forsendu verktaka né þeim sem stýra viðburðum heldur okkur íbúana. Það er mikilvægt að bæjaryfirvöld hafi kjark til að horfa til framtíðar í ört stækkandi sveitarfélagi. Undir þetta skrifa Fjóla Steindóra Kristinsdóttir D-lista. Takk fyrir þetta og Kjartan Björnsson bæjarfulltrúi D-lista hefur beðið orðið og ætlar að gera grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég er hérna með bókun mín afstöðu í þessu máli. Ég vísa áfram í bókun mína við afgreiðslu málsins frá því í júní í fyrra í bæjarstjórn Árborgar, þar sem ég lýsti yfir andstöðu minni við stækkunin í garðinn, auk þess sem íbúakönnun sýndi sterkan stuðning við nýtt skipulag og það virti ég þá í þeirri afgreiðslu. En þetta skipulag er ekki til umræðu hér, heldur framkvæmda girðing það vinnusvæði sem er að fara í gang í miðbænum og á þeim forsendum segi ég já. Já, takk fyrir þetta. Arna Eir Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista hefur beðið orðið fyrir grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, ég óska eftir að vera fært til bókar. Ég tek undir bókun bæjarfulltrúa Fjólu Kristinsdóttir D-lista. Og ég ætla að gera athugasemd við það að forseti hér áðan var að gera athugasemd við að við værum að ræða samninginn. Það var gerð athugasemd við mig og hann sjálfur er búinn að gera töluvert af því hér í ræðustól að ræða samninginn, meðal annars að draga fram að hann hafi bókað samninginn fyrir ári síðan og samningurinn er ekki til umræðu, var verið að benda mér á hérna. Þannig að bókun samninginn í fyrra, hún hefur ekki með máli hér að gera í dag með þær athugasemdir sem ég fekk áðan. Það er að benda á það. Takk. Takk fyrir þetta. Fleiri sem ætlar að gera grein fyrir Arna Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Já, virðuleg frú forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég vil líka að það sé tekið til fært til bókar að tek undir bókun sem að Fjóla Steindóra Kristinsdóttir las hér upp á það. Og svona í kannski óformlega máli að þá að segja að í ljósi þessara framvindu á girðingamálinu svokallað sem gengur svo freklega á Sigtúnsgarð, þá veit undirritaður að andmæla þessari framgöngu meirihluta.
er það með ólíkindum að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins sem eru með helsta markmið þessi dagurinn að laga fjárhag sveitarfélagsins Árborgar skuli sjá sér tilneytt til að gefa sér dýrmætasta land. Er það gert án innheimtu byggingaréttar og án þess að innheimta verð fyrir framreidda fermetra. Er það með slíkum ólíkindum að bæbúinn sé boðið upp á að greiða skatt af útsvari sínu sem nemur 10% stigum á núlíðandi ári, aukalega, en aðrir fá eignirnar frítt. Með þessum á leiða að ákveðnar aðilar séu skattþegar í sveitarfélaginu. Árborg innheimtir skatta, aukaskatta og réttir eignir frítt. Með hverju má túlka gjörningin öðruvísi. Ég bara spyr núverandi meiri hluta, hvernig ætlið þið að standa á þessu, að gera og framfylgja þessu áfram, og ég ætla að vona að þið sjáir að ykkur og látið af svona framkvæmdum. Takk fyrir það. Kjartan, alltaf takk. Ellý Tómasdóttir, fulltrúi B-lista, hefur beðið orðið og þarf að gera grein fyrir atkvæði sínu. Gjörðu svo vel. Já, forseti og aðrir tilheyrendur. Ég vil að það sé fært til bókunar að ég tek undir bókun Fjólu Steindóru Kristinsdóttur. Kjartan Björnsson tek þú aftur við fundastjórn. Gjörðu svo vel, Kjartan. Já, þá er komið að máli númer 2 á dagskrá fundarins og það er fyrirspurn frá bæjarfulltrúum B- og S-lista og það datt hérna út hjá mér talvan, þannig að ég er svona smá vandræði með það. Aðeins ofar hérna. Opna fyrirspurnina. Já, ég er bara hérna. Þetta er það. Nei, þetta. Þá er það líka dottið út. Fyrirgefið þetta, en við erum hérna sem sagt í máli 2, það er fyrirspurn frá bæjarfulltrúum B- og S-lista viðaukasamkomulag við Sigtún Þróunarfélag og hér eru 2 fylgiskjöl með því máli, en ég ætla að opna fyrir umræður þeir sem vilja tjá sig þetta mál númer 2 á dagskrá fundarins við sem þetta gefið merki. Ef einhver vill tjá sig. Einhver vill tjá sig þetta er í fundan fyrir fundin og ég var að skoða þau inn á fundagáttinni. En að fylgja svörunum úr hlaði, þau fá bara ekki Braga Bjarnason bæjarfulltrúa D-lista til að fylgja svörunum úr hlaði. Áðan, en eru lögð fram í rauninni á fundurum í rauninni? Já. Sem eðast á núna. Svörin eru, fyrirspurning kemur í rauninni, það kemur fyrirspurning inn bæjarráð og við erum bara með svörin þá klár. Þau eru komin inn í fundagáttina og ég er að fara yfir þau þá núna. Já. Það komið semst, já, tókum saman, það kom fyrirspurn semst frá
eins og kemur í málinu, fulltrúum B- og S-lista vegna viðauka samkomulags við Sigtún þróunarfélag, deiliskipulag miðbæjar Selfoss. Þetta er í 3 liðum, ég skal bara lesa upp spurningarnar og svo þau svör sem liggja fyrir og svo vantilega ykkur umræða. Þann 21. júní, spurning 1, fyrir spurning 1. Þann 21. júní 2023 var viðaukasamningur við Sigtún þróunarfélag samþykktur í bæjarstjórn en hins vegar var ekki skrifað undir samningi fyrir 29. maí síðastliðinn. Hvað olli því ekki var skrifað undir samninginn fyrir tæpu ári eftir að hann var samþykktur? Spurning. Eftirfarandi svar er eftir samþykkt samningsins á fundi bæjarstjórnar 21. júní 2023 náðist ekki að klára undirritun fyrir sumarleyfi. Þar sem fyrir lá ekki er framkvæmt á umræddu svæði strax var það ekki í forgangi að ljúka við formlega undirritun skjalsins og því lenti það verkefni eftir öðrum verkefnum í vetur. Málið var síðan klárað í frágangi fráfarandi bæjarstjóri í lok maí. Í framhaldinu liggur fyrir að úthluta umræddu svæði formlega í skipulagsnefnd, líkt og segir í samkomulaginu. Fyrirspurn 2. Samkvæmt viðaukasamningi fær Sigtún þróunarfélag afhent 2720 fermetra af landi sveitarfélags til viðbótar til landi sem áður hefur verið afhent án endurgjalds. Hvað mun Sigtún þróunarfélag greiða þessu viðbótarlandi í byggingarréttargjöld samkvæmt reglum sveitarfélagsins? Eftirfarandi svar. Samkvæmt samkomulaginu úthlutar sveitarfélag Árborg 2720 fermetrum til Sigtún þróunarfélags til áframhaldi uppbyggingar miðbæjar Selfoss. Ekki að ræða úthlutun án endurgjalds enda verður hún í samræmi við gildandi reglur og gjaldskrár Árborgar sem á meðal annars við leyfisgjöld og byggingarrétt. Sveitarfélagið mun að lokinni uppbyggingu eiga umrætt land áfram ásamt öllu öðru landi sem fellur undir framkvæmdasvæði miðbæjarsvæðis og fá að því lóðarleigu ásamt öðrum fasteignagjöldum til framtíðar. Það kemur fram í bæði í upphaflega samkomulaginu og í viðauka. Greiðslu byggingarréttargjalds á svæðinu fer samkvæmt samþykktri gjaldskrá sveitarfélagsins og verður það lagt á við útgáfu byggingarleyfis. Endanlega upphæð byggingarréttar kemur því ekki í ljós fyrr en sótt verður byggingarleyfi á umræddu svæði og það kemur kannski sem mætti bæta inn út frá mögulegri notkun húsnæðis því það er mismunandi verðskrá eftir hvort það er íbúðaræða eða verslun og þjónustu. Hoppaði hérna aðeins í skjalinu. En út frá áætluðum byggingarheimildum, og við erum að ítreka áætlun, er að ræða út frá þeim byggingarheimildum sem eru á þeim reitum í dag, má gera ráð fyrir 30-40 milljónum í byggingarréttargjöld af þessu 2720 fermetra svæði. Í viðaukasamningnum er kveðið á fyrirspurn 3, fyrir ekki að ég hoppaði að þetta væri nálust. Í viðaukasamningnum er kveðið á að sveitarfélag Árborg og Sigtún þróunarfélag skipti með sér kostnaði við hönnun og framkvæmd í göngugötu á miðbæjarsvæðinu sem í raun er alger viðsnúningur miðað við fyrri samning. Það sem eðlilegt þótti að Sigtún þróunarfélag sæi alfarið gatnagerð gegn því að fá stórt landsvæði sveitarfélags afhent án endurgjalds. Það er gert ráð fyrir að þessi gatnagerð kosti skattgreiðendur í Árborg. Og umrætt svar er lagt fram. Samkvæmt samkomulaginu verður stofnaður vinnuhópur sem á að leggja fram tillögu að hönnun, kostnaðargreiningu og framkvæmd á svæðinu sem tekur yfir göngugötu og söngbrekku eða skál, þess að við notum líka. Til nánari útskýringar er göngugatan hluti af skipulagssvæði miðbæjarins en söngbrekkan er hluti af Sigtúnsgarði og því aðilar að vinna saman og deila kostnaði við þetta verkefni. Þannig að hluti er innan þess en hluti er hjá sveitarfélaginu þannig að menn deila kostnaði við báða hluta verkefnisins. Vinnuhópurinn hefur ekki verið stofnaður en í framhaldi af ákvörðun sveitarfélagsins hönnun Sigtúnsgarðs þá liggur beinast við að vinna við hönnun og kostnaðargreiningu göngugötunnar og söngbrekkunnar sem gerð samhliða. Sú vinna gæti verið hluti af hönnun garðsins og það eðlilega með kostnaðarþátttöku Sigtún þróunarfélags í samræmi við samkomulagið. Kostnaður sveitarfélagsins við verkefni verður ávallt í samræmi við heimildir í fjárhagsáætlun og ákvörðun bæjarstjórnar. Þetta er samstarfsverkefni og því verða aðilar að vera sammála hönnun og kostnað áður en framkvæmdir á umræddu svæði hefjast. Líkt á með öll verkefni sveitarfélags er mikilvægt að horfa til hagkvæmra lausna en gera má ráð fyrir að áætlaður kostnaður liggi fyrir síðar á árinu í upphafi næsta árs þegar við tengjum þetta við þá hönnun sem er að fara í gangi í haust við garð. Þannig að það er að gera nýta þá það verkefni. En þetta eru svör sem eru lögð fram og ég býst við umræðum og öðru þau í rauninni en lagt fram í næsta árs. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi. Forseti vill frá dýpstu hjartarótum biðjast afsökunar á því ég ætlaði auðvitað að lesa hér upp spurningarnar og svörin en það voru 2 tölvur sem höfðu nei hér rétt á meðan að þetta átt að gerast. Ég var ennþá fastur í fyrra málinu, ég biðjast afsökunar á því. Takkaði fyrir Bragi að leysa mig þarna af hólmi. En það er opið fyrir mælendaskrá þá sem vilja tjá sig og meðan menn er að melda þessi svör. Álfheiður Einarsdóttir,
bæjarfulltrúi Álista, beðum orðið. Herra forseti, ég kem hér upp undir lið 2 þar sem svarað er fyrirspurnum viðaukasamning við Sigtún Þróunarfélag uppbyggingu miðbæjarins. Viðaukasamningurinn var gerður vegna nýs deiliskipulags sem var samþykkt í júní 2023. Deiliskipulagið var samþykkt í kjölfar íbúakönnunar. Þar niðurstöður íbúa gáfu til kynna fullan vilja fyrir nýja deiliskipulaginu. Ég kaus því með deiliskipulaginu á sínum tíma gegn sannfæringu minni. Þar sem ég hlusta á vilja íbúa og vinn hér fyrir íbúa sveitarfélagsins. En ég var sem sé á móti deiliskipulaginu sem samþykkt var í júní 2023. Get alveg viðurkennt það hér. Mér fannst gengið aðeins svo langt inn í Sigtúnsgarð. Ég get líka viðurkennt að ég hefði viljað fá þetta betur kynnt fyrir íbúum á sínum tíma, þetta nýja deiliskipulag, og íbúakosningar í stað könnunar. En ég fæ ekki allt sem ég vil. Ég velti mikið fyrir mér hvernig við getum kynnt betur skipulagsbreytingar fyrir íbúum, en það er flókið mál. Ég hef séð kynningarspjöld með stórum skýrum myndum af breytingum í sumum sveitarfélögum og dettur helst í hug bókasafnið hér í Árborg, þar sem margir íbúar eiga ferð í Ráðhúsið. En þetta er allt önnur saga og ég hef komið langt út fyrir efnið. En í samningnum er alveg kýrskýrt að farið eftir samþykktu deiliskipulagi og vanabundin byggingarréttargjöld verða greidd. Þessu til viðbótar verður stofnaður vinnuhópur allra hagaðila, þar með talið hátíðahaldara, í þeim tilgangi að undirbúa hönnun Sigtúngarðs og samspil hans við nýja miðbæinn. Kostnaður við framkvæmdir í Sigtúnsgarði, þar með talið gönguleiðir, munu falla á sveitarfélagið. Það hefur aldrei verið gert samkomulag við Sigtún Þróunarfélag að það fjármagni framkvæmdir í Sigtúnsgarði. En ég fagna þessu því að það er mjög dýrmætt að eiga garð í miðbæ Selfoss. Fæst sveitarfélög búa við þann lúxus. Grænum reitum er að fjölga í sívaxandi samfélagi. Nú erum við til dæmis nýbúin að samþykkja að Sýslumannstúnið verði opið grænt svæði. Við höfum Tryggvagarð, við höfum stórt grænt svæði í Gestahúsareitin sem stækkar verulega vonandi á næstu árum. Þannig að við verðum að tryggja næga græna reiti því það eru svo mikið lífsgæði fyrir íbúa. En samningurinn, þessi viðaukasamningur, er samkvæmt samþykktum bæjarstjórnar og ekkert frábrugðinn viðlíka samningum við aðra framkvæmdaaðila. Takk. Takk fyrir þetta álbeiður. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessu öðru máli á dagskrá. 42. fundar bæjarstjórnar Árborgar Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, biðjum orðið. Forseti, já, ég vil nú byrja að þakka fyrir þau framkomnu svör sem að birtust okkur núna á fundinum sem er náttúrulega aðeins, það er smá óþægilegt, það er náttúrulega erfitt að svona bregðast við þeim þegar maður hefur ekki haft undirbúningstíma til að skoða svörin, en við bara getum tekið þetta mál aftur upp. Við erum ódreipandi í að ræða mál hérna þessa dagana og margt að ræða og mjög mörg flókin mál sem þarf að fjalla um og þarf að fara hún í kjölinn á, ekki vanþörf á. En hérna, ég klóra mér nú áfram dálítið í höfðunni við því að þetta skildi að tekið heilt ára að skrifa undir en að viðaukasamning, en það er, ég verði vist bara að halda áfram að klóra mér yfir því. En hérna, það er gott að það eru komið hér nýjar reglur byggingarréttargjald, þannig að það eitthvað aðeins örlítið
þurfa nú að borga fyrir þetta sem nú reynda hlálegt svona í heildarsamhenginu en það eru þó einhverjir peningar. Svo það þetta varðandi það að sveitafélagið eigi að fara að taka þátt í gerð götur sem innan miðbæjarsvæðisins. Það finnst mér í rauninni ekki ásættanlegt og þegar bæjarfulltrúi Álfur talar þetta sé svo í viðlíka samningum, við höfum náttúrulega aldrei gert viðlíka samning við nokkurt einasta hér í þessu sveitafélagi. Þetta auðvitað algjörlega sérstakur samningur. Þessi samningur sem við Sigtún Þróunarfélag, það hefur enginn gert viðlíka samning við sveitafélagi. Það hefur enginn fengið afhent svona dýrmætt land í gegnum tíðina og hvað þá eins og núna, því það var auðvitað alveg skýrt í upphafi þegar verkefni var kynnt og þegar uppálega var gengið til samninga við Sigtún Þróunarfélag að fyrst, það væri algjört lágmark að þegar þeir fá afhent svona ofboðslega dýrmætt land án endurgjalds meðan aðrir þurfa að greiða fyrir byggingarétt. Það auðvitað þannig og það bara með öll lönd í sveitafélaginu og það þarf ekki að taka það sérstaklega framvarandi þennan samning. Það gildir hér Dísastaðalandi og það gildir Jórvík og það gildir aðra að þeir afhenda löndin aftur. Það er bara eins hjá þeim, þannig að það þeir eru ekkit góðu kallarnir varðandi það. En varðandi þetta með að það var alveg skýrt í samningnum upphaflega sem var gerður 2017 að af því að þeir voru ekki að greiða fyrir landið þá sæju þeir alla gatnagerð. Nú annað hljóð í stróknum. Nú hér komið að því að sveitafélagið þarf ekki bara að afhenda þeim eignir sveitafélagsins, heldur að fara að borga kostnað sem upphaflega að tala að yrði ekki. Og það í þessari göngugötu. Og við vitum ekki hvert verðið sem auðvitað afar vont að því sveitafélög þurfa að gera sínar áætlanir. Við þurfum að gera okkar áætlanir í framkvæmdaáætlanir kostnað og við vitum ekkert hvað það kostar og eftir hvað verðskrám farið og hver leggur línunda með það. Þetta sannarlega göngugata, þetta gata sem tilheyrir því svæði sem þeir hafa fengið úthlutað. Þannig að ég átta mig ekki á af hverju sveitafélag að fara að koma að kostnaði þarna. Mér finnst það verið í engu samræmi við það sem upphaflega var rætt. Engu samræmi. Og svo og söngbrekkan, ég skil ekki af hverju vera að draga hann inn í hennan samning yfir höfuð. Menna það sveitafélag á þá og hefur fullan yfirráðarétt yfir henni og af hverju á þá Sigtún Þróunarfélag að fara að segja sín skoðun á henni. Þannig að þetta allavega það sem ég vil leggja inn í þessu umræðu núna. En mér finnst líklegt að við höldum áfram að tala um þetta að því við vorum bara að sjá þessu svör í þessum tölu orðum. Þannig að við þurfum að ég allavega þarf að leggjast yfir þetta og átta mig betur á og bregðast við. Þannig að takk að sinni. Takk fyrir þetta Arna Ýr og þá Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, vildu náttúrulega reyna að koma á svörunum sem allra fyrst og þessi tók fram og tekið fram í fundaboðinu að þau þetta setja það inn fyrir fund en þetta náðist það ekki fyrir núna þau þurftu bara að fara vel yfir þegar maður vildu hafa allt rétt inn í því. En málið verður örugglega tekið fyrir aftur seinna til umræðu en það kom ýmislegt sem kemur fram og ég meina það náttúrulega hefur verið rætt samkomulagið sem gert í upphafi þegar farið í þegar sveitafélagið leggur landin í verkefnið og Sigtún leggur landin í verkefnið og ég myndi eins og í sambærilegum samningum þá eignast sveitafélagið allt landið eftir og fær lóðarlega því til framtíðar nákvæmlega eins og gerist hefur gerst í öðrum sambærilegum samningum það alveg rétt og þeir eru að tala gjöld í þessu og það sé án endurgjalds eða það sé hafi ekki rukkaður byggingaréttur annað því að þarna náttúrulega sem framtíðar eftir að við samþykjum okkar gjaldskrá þá eru að rukka byggingaréttargjald en það hefur ekki verið gert áður við samþykjum það í fyrra en
En sveitarfélög hafa gert það í mörg ár og það má velta því fyrir sig þegar maður er að tala um smánalegar upphæðir eða annað. Það hefði verið hægt að rukka hérna byggingarréttargjald af mjög stórum og það var nefnt hérna þessi svæði. Það var gerður samningur hérna 2020 og 2021 mjög stóra uppbyggingar sem eru svona í sambærilegum vanda. Það eru ekki eins en það hefur verið að miða við ákveðna sambærilegar hérna útfærslur. Menn sjá gatnagerðina, það gefin út lóðarlegu samningur, þetta er gefið út. En það var engin byggingarréttur af þessum samningum 3 uppbyggingarsvæði. Jórvík 1, Austurbyggð 2 og Árbakkaland. Það var lagt sérstakt tengigjald sem er í rauninni rukkað inn og hefur verið rukkað og allir borgað af því sem er gefið út. Þannig að hluta þeim peningi er ekki svona komin. Það er ekki allir byrjað að byggja einu sinni. Þannig að þetta eru tekjur samt sem hefðu komið inn, eitthvað hefur verið komið inn og annað er þá komið inn til framtíðar. Þannig að það hefur verið rosalega gott ef þetta hefur verið inn í þeim samningu líka. Það má áætla svona gróflega, ef þú tekur eitthvað meðalvar með við tíma, við erum að tala um kannski 2 milljarða í heildina. Það væri ekkert allt komið inn í dag, af því að það er ekki allir byrjaðir, en heildarpakkin getur verið að lágmarki þessu tala. Það má endalaust leika sér að teygja það með við tíma. En þetta eru alveg upphæðir sem hefur verið rosalega gott fyrir sveitarfélagið að fá inn og eiga inni til framtíðar. Þegar við erum að tala um sambærilega samninga. Þannig að og ég segi, við erum að fá hátt í 1 milljarð í tengt hérna áðan inn í að við séum að borga álag. Já, við erum með álag og það er hátt í milljarð sem er að koma inn í því. Sannlega hefur bara viljað fá þennan pening inn í þessi réttargjöld áður en þurft að leggja álag. Það hefur verið mjög gott. Og þetta erum við líka að horfa mismunandi samninga í þeim efnum af því að maður verður að gæta sanngirni í því að það er ekki öll atriðin einsíðum vegna sem við erum með hluta til líka íbúðauppbyggingu og síðan atvinnustarfsemi og þar fer mismunandi á eftir gjaldskráni hvað á og svo er það landið sem við erum að reyna að bjóða út. En ég er komin út fyrir þar, ég vil bara tengja þetta við þessa samninga að það hefði verið rosa gott að rukka byggingarréttargjald af þessu öllu á sínum tíma þannig að sveitarfélagið fengi þær tekjur sem það hefði þurft að fá inn. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi, þá er Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, beðið um orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, já, þetta er áhugavert. Ég ætlaði nú svo sem ekki endilega að tjá mig hérna en ég get bara ekki setið á mér. Fyrir 2 árum, árið 2022, tók við ný bæjarstjórn hreinn meirihluti D-lista þar sem að ég og Bragi Bjarnason skiptum með okkur verkefnum og var það bara vel. Hann sem formaður skipulagsnefndar og umhverfisnefndar og formaður bæjarráðs tók að sér að fara í það að setja á þessi gjöld sem að okkur vantaði til þess að takast á þessa hröðu uppbyggingu. Hér voru 3 samningar í gangi við 3 einkaaðila, Jórvík, Austurbyggð 2, Árbakkalandið, en Árbakkalandið er auðvitað partur af miðbæjarpakkanum þar sem þar eru sömu eigendur. Ég vil ekki, einhvers staðar þarf að draga línu í sandinn og byrja að rukka og það er það sem við ákveðum að gera. Og ég held að hafi ekki verið settar aðra eins álögur á iðngrein eins og byggingageiran þessi síðustu 2 ár sem við höfum verið síðan við tókum til starfa og hefur oft verið kvartað í mér yfir því að það sé verið að rukka hér óhóflega og hér sé allt í botni og allt þar fram til göttunum. Við skulum alveg hafa það á hreinu að gatnagerðin, hún er allt annað og stendur í rauninni bara undir þeim kostnaði sem að hún þarf að standa undir sem er gatnagerðin og fasteinagjöld sem koma af þessum húsum sem að koma til með að rísa á þessum stöðum eru í rauninni og það kom mér á óvart þegar ég tók við sem bæjarstjóri að þau eru bara í rauninni mjög lág og er ekki svo upphæð sem að kannski skiptir sköpum hjá okkur. Auðvitað er það útsvarið og íbúarnir sem flytja íbúðirnar og það er jöfnunarsjóður og svo sannlega fasteignagjöldin. En ég held að það væri stærri bara hluti af kökunni, bara svo ég segi svo er. Með að við líka hvað maður er persónulega ósáttur við þessi háu fasteignagjöld og þar fram til göttunum. En svo ég kom mér að efninu, ég er aðeins út um við völl, afsakaðu, forseti, að þá er það þannig að það var aukið byggingamagn
það voru gerðar breytingar á 2 deiliskipulögum samtímis, eða sem sagt það voru lagðar fyrir fund 18. janúar 2023, breytingar á 2 deiliskipulögum fyrir Árbakkalandið og fyrir miðbæinn og það var sett í auglýsingu samþykkt og í rauninni á áður óþekktum afgreiðslu hraða sem ég myndi gjarna vilja væri alveg viðhafður hjá okkur því að við erum tíminni peningar og það kostar þá sem eru að fá lán fyrir framkvæmdum gríðarlega mikla fjárhæðir að hanga inn í kerfinu og við fáum bátt fyrir. Ég spyr því bæjarstjóra hér að því mér finnst hann óljós í svörum sínum það. Ég spyr því Braga Bjarnason, beðum að koma hér og tala skýrt. Er verið að rukka byggingarréttargjald, þetta nýja, af því viðbótar byggingamagni sem miðbærinn fékk að bæta við og ég hef ekki á móti þeirri viðbót, bara svo ég segi það, en er verið að rukka byggingarréttargjald af þeim viðbótar, ég er ekki að tala um landið, ég veit fá landið frítt, þó 30-40 milljónir er náttúrulega bara svipað og völdklast þurft að borga fyrir jarðhæðina, en ég vil bara fá að vita, er verið að fara að rukka fyrir þetta viðbótar byggingamagn og íbúðir og atvinnuhúsnæði? Takk fyrir þetta Fjóla. Fleiri sem vilja tjá sig. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Þú vísaðir í 2 skipulög sem voru samþykkt í janúar og annað þeirra Árbakkalandið, sem við samþykktum þar, eða Árbakkalandið var rauninni samþykkt í mars 2022, 16. mars á bæjarstjórnarfundi. Þar er samþykkt þar eru samþykkt íbúðir og íbúðauppbygging fyrir 550 íbúðir. Þar er tekin fyrir breytingin á deiliskipulaginu 16. mars 2022 með því aukna byggingamagni sem er gert. Það gerist á síðasta kjörtímabili. Þá er það samþykkt. Sú breyting fer inn í skipulagsstofnun og annað. Skipulagsstofnun setur út á ákveðna þætti í skipulaginu og við fáum það til úrvinnslu aftur, lögum þá þætti og setjum það aftur fyrir í janúar. Það var rauninni ferli með það skipulag. Núverandi bæjarstjórn bætti ekki við neinu byggingamagni það. Það er tekið fyrir í mars 2022 grunn skipulagið með þeim aukningu heimildi sem voru fyrir. Það var rauninni tekið. Við lögum í rauninni bara skipulagið sem skipulagsstofnun sett út á og samþykktum þær í gegn. Varðandi miðbæinn, það er rauninni heildar, ég man ekki nákvæmlega töluna, skulum gæta þess sanngirnir. Það var í rauninni í ferlinu og við fórum yfir að þarna þegar við samþykktum þetta, að innan í rauninni gamla skipulagssvæðisins, sem var undir miðbæ Selfoss, þar í rauninni er aukning í kjöllurum, það verður auka bílastæði, það er voru að koma fleiri fermetrar undir torg og annars svo leist, þannig að það var í rauninni samkomulag og við fórum það yfir að í bæjarstjórn á meira segja í fundahléi, að þar var ekki rukkað á þeim tíma viðbótar byggingarréttargjald. En af fyrir viðbótar úthlutun sem sveitarfélagið, og það var bara samkvæmt samkomulaginu sem var gert, fólk getur haft mismunandi skoðanir á því og hvað sé réttur átt, en það var í rauninni niðurstaðan. En af öllu viðbótar landinu yrði rukkað samkvæmt gjaldskrá. Og það er það sem við erum að svara hér í dag. Smálanlegt verð, þetta er verðið sem er áætlað miðað við þær heimildir sem er á þessum lóðum. Það er ekki mikið byggingamagn, en á að fara að rukka meira, við erum að tala um sambærilegum hætti, þannig að við erum rukkað samkvæmt gjaldskrá. Þannig að þegar það kemur inn húsnæði, ef það er rukkað, ef því er þið breytt í íbúð, nú er ég bara svona að segja ef það væri, því að mest af þessu er náttúrulega verslun og þjónusta, að þá fer það bara eftir þeirri gjaldskrá sem er rukkað eftir. En af því svæði sem var samkvæmt gamla skipulaginu, eins og kom fram í fyrra, og ég sagði hérna í pontu, þar var ekki bætt við í rauninni byggingarréttargjaldi á þeim tíma, en af nýju útlutuðu svæði sem sveitarfélagið bætti við, yrði rukkað byggingarréttargjald sem verður gert þegar þetta kemur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi. Brynhildur Jónsdóttir, varaforsti, ætlar að taka hér örstutt við stjórn fundarins þar sem að forseti þarf að fara á salerni. Já, takk fyrir þetta, en Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, biður orðið. Já, virðuleg frú forseti, gangið vel, virðuleg forseti, og
bæjarfulltrúar og aðrir tilherendur. Það eru alveg skýrar spurningar sem að voru lagðar fram og í þriðju spurningu er í rauninni bara spurt mjög ákveðið og með leyfi frú forseta. Í viðaukasamningi er kveðið á að sveitarfélag Árborg og Sigtún þróunarfélag skipti með sér kostnað við hönnun og framkvæmd við göngugötu á miðbæjarsvæðinu sem er í raun algjör viðsnúningur miðað við fyrir samning, þar sem eðlilegt þótti að Sigtún þróunarfélag sæi alfarið gatnagerð gegn því að fá stórt landsvæði sveitarfélagsins afhent án endurgjalds. Hvað er gert ráð fyrir að þessi gatnagerð kosti skattgreiðendur sveitarfélagsins á? Og þetta er bara mjög skýr spurning. Svarið við henni er ekki skýrt. Við erum að spyrja upphæð, það kemur engin upphæð fram. Og við erum vissulega með mjög svo hæfa embættismenn starfandi í sveitarfélaginu sem að eiga vissulega að geta samkvæmt stöðlum reiknað út samkvæmt fermetrum eða metrum á lengd götunar hver þessi kostnaður yrði og ég eiginlega skil ekkert í því að við skulum ekki fá þetta fram. Það er bara, ætti bara að vera í lófa lagið og hefði spurningin verið tekin alvarlega þá hefði henni verið svarað ákveðið en henni er ekki svarað ákveðið. Hérna segir í svari samkvæmt samkomulaginu verður stofnað vinnuhópur sem að leggja fram tillögu að hönnun, kostnaðargreiningu og framkvæmd á svæðinu sem leggur yfir göngugötu og söngbrekku. Til nánari útskýringar er göngugatan hluti, við vissum þetta alveg. Þetta er bara verið að drepa þarna hlutum á dreif. Það er ekkert svar. Og þegar menn hafa ekki svar þá verður maður svolítið huggandi. Þannig að það er nú þannig. Varðandi það, ég kannski rétt að ég árétti það sem ég hef sagt hér áður að hér hafa verið afhent land án innheimtu og byggingarétti og greiðslu fyrir land. Ég kom inn á það í máli mínu þegar þessi samningur var ræddur og það væri í rauninni algjört alveg opið skot á línu eða rakið tækifæri að taka samningin upp og endursemja. Þar sem það lægi fyrir að við værum að fara að reikna byggingarétt. Það að við skulum innheimta byggingarétt af einhverju lítilli viðbót, það er raunverulega smánarlegt í samhengi hlutana vegna þess að það sem hefur verið byggt í miðbænum án þess að greiða byggingaréttin og það er náttúrulega gríðarlegt magn og við höfðum vissulega það í hendi okkar sem bæjarstjórn að endursemja vegna þess á þeim tímapunkti að þá komum þetta til álita og við þurftum að gera viðauka. Þannig að það er svona það sem ég kannski aðeins að vísa til. En vissulega er þetta rétt að þetta er í viðaukanum að innheimta skuli byggingaréttargjöldin. En ég kannski bara kalla eftir aðeins skýrari svari við þessari spurningu okkar vegna þess að ég held að hún sé nokkuð einföld og svari við henni sjálfur sér er nokkuð einfalt og við ættum vel að geta sótt það inn í stjórnsýsluna. Takk. Já, takk fyrir þetta. Fjóla Steindór Kristdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, hefur beðið um orðið. Já, takk frú forseti. Takk fyrir svörin, Bragi. Ég fekk samt ekki svar, fannst mér, þannig að ég ætla að biðja aftur um svar. Bæjarstjóri gagnrýndi hérna áðan fyrrverandi meirihluta fyrir að ég myndi að setja ekki byggingaréttargjöldin á. Og þar er ég honum sammála. Það voru gerðir 3 samningar sem voru ekki íbúið með viðlega sveitarfélaginu. En svona er þetta stundum þegar það er að reyna kannski að keyra mál af stað eða bara það geta verið ýmsar ástæður fyrir því. Við vorum ekki að líta í baksins speilin þegar við tókum við, heldur fórum áfram gakk, eins og Álfur er farin að segja í dag og er það vel. En það var rakið tækifæri með þarna á því að bæta við byggingaréttargjaldinu á þessar 263 íbúðir sem að Bragi talaði hérna áðan. Það hefði verið rakið tækifæri til þess að setja þar á. En það sem að bæjarstjóri var í rauninni að mínu viti að snúa út úr hérna áðan það sem ég er að spyrja út í það að sem dæmi eins og þær eru reytir hér allt sveitarfélagi þar sem verið að breyta
verið að biðja breyting á deiluskipulagi til þess að geta farið í annars konar framkvæmdir eins og til dæmis byggingu á fjölbýlishúsum eða byggingu á heilu hverfunum og það ýmist á eigin landi eða á landi sveitarfélagsins. Og þá erum við komið með þetta byggingarréttargjald sem tekur til þess umfram byggingarmagns á þeim reiti umfram það sem fyrir samþykkt. Þannig eru reglurnar og það veit ég að Bragi veit líka. Það sem ég að spyrja varðandi miðbæinn það. Nú vorum við að breyta þar deiluskipulagi töluvert mikið. Það voru að bætast þar hótel og Selfossbíó og fullt af flottum hlutum sem að ég ánægð með. Það sem ég spyr erum við að rukka byggingarréttargjald af því sem umfram áður samþykktar byggingarréttarheimildir? Já, takk fyrir þetta. Kjartan Björnsson, bæjarfulltrúi D-lista, tekur aftur við fundarstjórn. Já, takk fyrir þetta, Brynhildur. Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, biður orðið. Jósúel. Já, tvíþætt kannski spurning bara til þess að sé á hreinu þar sem við létum einmitt lögfræðingana okkar skoða þessa samninga, einkaréttarlegu samninga sem voru gerðir þessi 3 lönd, sem Árbakkalandið, Austurbyggð 2 og Jórvík, mjög sambærilegir 3 samningar. Þeir voru allir gerðir þau deiliskipti sem voru lögð og samþykkt á síðasta kjörtímabili og ekki talið að við gætum í rauninni breytt þeim. Það var ráðleggingandi sem við fengum frá þeim og það gildir fyrir Árbakkalandi þar sem var samþykkt þessi auka viðbót á deiliskipulagi í samræmi við það samkomulag í mars 2022. Við vorum einungis að fara með í gegnum skipulagsferli okkar að laga það sem Skipulagsstofnun sett út á og setti það inn. Samkomulagin voru þá þegar í gildi. Þannig að það var ekki talið í rauninni að við gætum breytt þeim. Það voru ráðleggingar þegar lögmann okkar á þeim tíma því að þetta voru 3 sambærilegi samningar það. Varðandi byggingarréttin í miðbænum og við samþykktum í rauninni hérna í bæjarstjórn þessi markmið okkar í júní síðastliðnum, júní fyrir ári síðan það komið rúmt ár síðan, en gjaldskráin tekur gildi í haust. Þá erum við komið með verðin, gjaldskráin og hvernig við ætlum að rukka. Því að við ræddum mikið það hvaða leiðir að fara, skoðum hvað önnur sveitarfélög að gera. Ég skal svara spurningun alveg skipta eftir, það aðdragandi að henni líka, því við vorum að skoða hvaða mismunandi leiðir, það mismunandi leiðir hvernig sveitarfélögin að fara með byggingarréttargjald. Sum rukka bara fyrir íbúðauppbyggingu, þannig að það talið að byggingarréttargjaldið eigi að standa undir uppbyggingu við þeirra þjónustu sem þarf við íbúa, sem í grunninn algjörlega sammála og rétt. Þannig að það eru sveitarfélög, Akranesi sem dæmi, sem rukka til dæmis ekki byggingarréttargjald af atvinnustarfsemi. Sum sveitarfélög rukka ekkert byggingarréttargjald ef það er að ræða kjallara, en rukka síðan samkvæmt gjaldskráarvöllum sem eru ofanjarðar. Það eru mismunandi leiðir. Þannig að við vorum að ræða hérna síðastliðið sumar með okkar lögfræðingur, ráðgjöfum og þeim svona upplýsingum sem hafa verið með hvernig útfærslan yrði á þessum markmiðum sem við samþykktum í júní. Það þarf að draga línu í sandinn. Við samþykktum þetta deiliskipulag síðastliðið vorið 2023 með auknum byggingarheimildum í þessum farvegi, Austurvegi 69, aðeins minni reiti sem féll ekki undir byggingarréttargjaldið vegna þess að það var ekki komið á. Við vorum ekki komin inn að gjaldskrá. Í þessu tilfelli, til að svara miðbænum, við ákváðum að fara þessa leið í gjaldskrá, settum upp 3 svæði, vorum með gjald fyrir íbúðauppbyggingu, verslun og þjónustu skulum við segja, og svo iðnað, og síðan í rauninni horfðum við aðeins lengur þegar við vorum með stærri svæði, en þetta er bara samkvæmt gjaldskrá. Það svæði sem við erum að úthluta nýju inn í breytinguna sem var gerð í miðbæ Selfoss, þar var rukkað samkvæmt reglum og gjaldskrá, svo kemur fram í viðaukanum. Þar er það rukkað. Af byggingarmagni sem var aukning, sannarlega, undir gamla svæðinu, sem voru cirka, já það er spurning og ég er að svara því núna, sem voru cirka, þetta er svona rétt rúmlega 10.000 fermetrar. Þaraf eru sennilega, ég man ekki nákvæmlega með tölurnar, það er svona 90% af þeim kjallarar. Sem er aukning, eins og ég tók fram áðan, eitthvað er aukning í bílastæðum, annað er í þjónustu undir verslun og þjónustu undir meðal annars hótel sem hefur komið til umræðu og annað sem er á því svæði. Það er aukningi sem var, sannarlega aukning í þessum fermetrum sem voru á því skipulagssvæði sem áður var úthlutað.
og það var í rauninni, samkvæmt, við vorum í rauninni ekki komin inn að verðskrá, ekki neitt á þetta. Það var á móti var talað og þeir lögðu mikla áherslu að við erum að auka í þessu og þetta var samkomulag, við þurftum að gera samkomulag og það var í rauninni samkomulag sem var lagt fram að það væri ekki auka byggingarréttargjald af þessum auka byggingarheimildum sem var samþykkt í júní 2023 fyrir þennan hluta svæðisins, en því sem er úthlutað aukalega, sem við erum að svara í spurningu 2 hérna í dag, þess að 2700 fermetra cirka, fellur það undir nýja reglu sveitarfélagsins, því að það er alveg rétt, það þarf ekki að draga línu í sandinn og það er sárt. Og hvað við höfum fundið það hjá byggingaræðilum mjög mismunandi, því að menn eru algjörlega að vakta hvern annan, sem er bara mjög gott. Að það er sá sem var með samþykkt nýtt skipulag vorið 2023 með auknum heimildum og sá sem fekk síðan samþykki haustið og við reynuðum hann einhver sem voru að koma inn sumarið, það komi ný skipulag inn til vinnslu í júlí sem við náðum að afgreiða á metraða í fyrrum haustið meðal annars stakri lóð, að það ber byggingarréttargjald og svo til framtíðar. En það er sáttir að vera að draga línuna á einhvers staðar, þarf að semja það þarf að finna einhverja leiðir, menn getur verið ósammála því en þetta var niðurstaðan gagnvart þessu samkomulagi við miðbæ Selfoss. Það sem fellur undir gamla skipulagssvæðið sem voru þessi fermetrar, þar var ekki rukkað byggingarréttargjald. Af nýja svæðinu sem er rukkað byggingarréttargjald líkt og kemur fram í svarinu. Þannig að það er alveg skýrt. Ég vona þetta sé skýrt svar fyrir þetta. Takk. Takk fyrir þetta, Bragi. Við förum að fækka mælendum og mælendaskrá, en Fjóla Steindóra Kristinsdóttir bæjarfulltrúi D-lista biður um orðið. Takk fyrir þetta, Bragi. Þannig að það er þá alveg skýrt að hvorki viðbútar 263 íbúðirnar í Árbakkalandinu né það sem var auki byggingarréttargjald í miðbænum. Hitti þannig á það var áður en að byggingarréttargjaldi var sett á. Fram að því vorum við að teygja lopan til og frá hvað væri eðlilegt byggingarréttargjald og þar fram eftir götunum. Takk. Takk fyrir þetta, Fjóla. Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, biður um orðið. Forseti, já, þetta er fín umræða hérna að mörgu leyti og það var nú svona, ég var aðeins hissa á bæjarfulltrúa Braga Bjarnasyni að svona hætta sér út á þann hála ís að bjóða, það var hefði átt félagið var með hlutafund áðan að fara að rifja upp samninga sem voru gerðir á síðasta kjörtímabili. Jú, það er vissulega rétt að það hefði verið æskilegt þrátt fyrir að þeir samningar voru samt lagaðir. Það var farið að rukka meira fyrir hverja íbúð heldur en hafi verið í fyrri samningum af því að þetta voru ekki nýjir samningar við þessa aðila, það hafði verið þegar í gildi samningar. Þetta var í rauninni ákveðin uppfærsla. Ég er algjörlega sammála því að sjálfsögðu hefði verið best ef að við hefðum sett á aukin, eða það er að segja að það hefði verið komna reglur í sveitarfélaginu byggingarréttargjöld. En það hefur auðvitað verið ákveðin feimni og þetta er bara búið að taka langan tíma þessi þróun með byggingarréttargjöldin. Reykjavíkurborg og stóru sveitarfélagin á höfuðborgarsvæðinu hafa náttúrulega riðið eða farið á undan í varðandi byggingarréttargjöldin og hafa svona haft mesta innistæðu fyrir því að fara í þetta. Við höfum kannski verið pínu feimin hérna út á landsbyggðina því við vorum ennþá að svona vilja fá fólk til okkar og allt það. Og ég meina það er ekkert rosalega langt síðan það var verið að gera afslátt á gatnagerðargjöldum til að fá fólk til að byggja. Það er bara ótrúlega stutt síðan að það var ekki einu sinni að vera innheimta full gatnagerðargjöld bara til þess að komið og byggið þið Já, ákveðnu svæðum, það er lengst niður á strönd en þú veist það er heldur, ég meina hér, það er ekkert langt síðan að hér var algjör frost í nýbyggingum þannig og eins og ég segi, ég meina það voru verktaka fór nú í mál við Reykjavíkurborg sem tók nú ákveðin tíma varandi innviðagjöld og annað þannig að við erum komin núna á þann stað að þetta þykir orðið eðlilegt og bara það er vel en ég held samt að við ættum ekki að vera að hætta okkur út í þessa umræðu því að eigum að ræða eitthvað fyrst að hefði átt félagið mætt
hvað við hefðum geta fengið ef við hefðum sannarlega selt byggingaréttin á lóðunum í miðbænum. Þar værum við ekki að tala um neina smáfjárhæðir og þá værum við hugsanlega ekki að bara innheimta 10% auka álag og útsvari hjá okkur. Þannig að við skulum muna eftir því líka. Takk. Takk fyrir þetta Arna og hafa verið fluttar hér 11 ræður mál nummer 2 á dagskrárfundarins og það er komið að síðustu ræðunni undir þessu máli. Það er Arnar Freyr Ólafsson B-lista sem fær þann heiður. Já, virðulegu forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég ætla nú bara að þakka fyrir þessar umræður og það hafa bara verið upplýsandi á margan hátt og kannski ekki svo á annan en það er eins og gengur. Það er erfitt að skauta fram hjá þessum lið á þess að fá svörin skýr við spurningunum. Þannig að ég vil árétta að það sé svarað hvort sem það sé nákvæmatölur eða við köllum eftir áætlun og það sé þá svarað í krónutölu eða spurningunum sé teknar alvarlega. Þeim sé ekki bara kastað á dreif, sett fram svör núna á bæjarstjórnarfundi og við svona eigum erfitt með að glögga okkur á þeim að einhverju svona innsæi og dýpt. Þannig að það væri gott bara að fá svör við spurningunum eins og þær eru og fá það frekar nákvæmt. Takk fyrir þetta Arnar. Þá höfum við lokið við mál nummer 2 á dagskrá fundarins. Þá er komið mál nummer 3 sem heitir viðauki við fjárhagsáætlun 2024 og þá er það hljóðað svona. Á 91. fundi bæjarráðs var tekið fyrir beiðni kaup á nýju kassakerfi fyrir Sundlaugar á Selfossi og Stokkseyri þar sem núverandi afgreiðslukerfi er ekki lengur uppfært af þjónustu aðila. Bæjarráð tók vel í að keypt verði nýtt afgreiðslukerfi með tengingu við bókhaldskerfi sveitarfélagsins sem byði upp á mögulegar viðbætur líkt og veskislausn í síma. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja viðauka í fjárhagsáætlun 2024 vegna áætlaðs viðbótarkostnaðar upp á 750.000. Áhrif viðaukans á rekstrarniðurstöðu samstæðu sveitarfélagsins Árborgar er aukinn kostnaður 750.000 og áhrif viðaukans á sveitarsjóð A-hluta er 750.000. Áhrif viðaukans á samantekin A- og B-hluta er einnig 750.000. Er einhverju sem vilja tjá sig þetta mál? Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista við þessi hljóðs. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, bara svona rétti nánar útskýringar af því að við ræddum þetta náttúrulega vel í bæjarráði og gögnin fylgja með, en staðan er þannig í rauninni út í sundlaug eins og þeir sem stundar sundlaug þarna kannski reglulega, það er annar afgreiðslukassi búinn að vera bilaður mjög lengi og það er auðvitað bagalegt út af fyrir sig. Er að ræða kerfi, úrelt kerfi, kassakerfi sem Sundhöllin var keypt inn í rauninni bara líklega árið 2015 eða eitthvað svoleiðis. Það er hægt að uppfæra þetta, þannig að bara við getum ekki fengið þetta að virka, við verðum að kaupa nýtt. Það er þar alveg einn kassi virkur og við erum í háanna að tíma sundlaugarinnar, þannig að það var í rauninni talið bara óhjákvæmilegt að uppfæra þetta, fá í nýtt kerfi. Láma spúnaðinn inn núna en möguleikar til framtíðar eru þá allir nýr að þetta geti tengst við bókhaldskerfi sveitarfélagsins, Navision og mögulegar svona veskislausnir sem er mjög spennandi kostur til framtíðar og við myndum bara skoða betur í fjárhagsáætlun hvort við viljum taka áfram sem er þá að geta selt sundkort í síman hjá okkur eða bókasafnskort eða aðra þjónustu. Þannig að það er mjög spennandi og bara getur aukið rafræna þjónustu sveitarfélags. En réttir úr sér að það var í rauninni talið við yrðum að uppfæra þetta kerfi sem allra fyrst og þess vegna er þetta sett fram sem í viðauka. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru þessu samþykk, vinstri skeiði merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 4. mál á dagskrá, verklagsreglur fundaritun og birtingu gagna með fundargerðum. Tillaga frá 92. fundi bæjarráðs á 20. júní liður 8. Minnisblað Þórdísar Sifjar Sigurðardóttur bæjarritara dagsett 14. júní aflagningu fundargerðarbóka. Lögð var fram tillaga breytingum á 2. grein verklagsreglna sveitarfélagsins Árborgar fundaritun og birtingu gagna með fundargerðum.
Breytingi felur í sér að notkun gerðarbóka verði hætt og að í verklagsreglunum komi fram heimild til að nota rafrænar undirritanir á fundargerðir bæjarstjórnar og nefnda. Tillögurnar eru í samræmi við auglýsingu númer 1181/2021 leiðbeiningar og ritun fundargerða sveitarstjórnar. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að tillögur að breytingum á verklagsreglum fundarritun og birtingu gagna með fundargerðum verði samþykktar. Og hér eru 3 fylgiskjöl með því einhverju sem vilja tjá sig þessar breytingar sem framöndan eru inn í hinn stafræna og rafræna heim framtíðar. Engin, þá ber ég þetta upp til atkvæða. Þeir sem því samþykkt vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 5. máli á dagskrá fundarins, reglur daggæslu barna í heimahúsum. Þetta er tillaga frá 10. fundi velferðarnefndar frá 19. júní, liður 2. Lagt er til að samþykkt tillaga að breytingum á reglum daggæslu hjá sveitarfélaginu Árborg og niðurgreiðslu. Velferðarnefnd samþykkti að skipta reglum daggæslu barna í heimahúsum upp í almennar reglur daggæslu í heimahúsi annars vegar og hins vegar í reglur niðurgreiðslu til dagforeldra með smávægilegum orðabreytingum. Velferðarnefnd leggur til við bæjarstjórn að samþykkja reglurnar og hér eru 4 stór fylgiskjöl með. Er einhver sem vil fylgja þessu úr hlaði eða tjá sig þetta mál? Þá opna ég fyrir mælendaskrá. Ef svo er ekki, þá ber ég það upp til atkvæða. Þeir sem eru þessu samþykkt vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. 7. mál á dagskrá þessa 42. fundar bæjarstjórnar Árborgar, endurskoðun á garðaþjónustu eldri borgara og öryrkja. Tillagan er frá 10. fundi velferðarnefndar frá 19. júní síðastliðinn, liður 3. Lagt er til samþykktar reglur garðaþjónustu fyrir ellilífeyris og örorkulífeyrisþega. Velferðarnefnd samþykkti reglurnar og leggur til að þær taki gildi næstu áramót og vísar þeim til afgreiðslu í bæjarstjórn. Einhverju sem vilja tjá sig þetta? Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista. Beðum orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur, bara rétt kannski til nánari útskýringar. Það eru reglur í gildi sem voru samþykktar árið 2019 og hefur verið unnið eftir. Velferðarnefnd og við höfum tekið þetta til umfjöllunar í öldungaráði líka núna í vor. Ekki stóð til að reyna að uppfæra þessar reglur fyrir sumarið en það náðist ekki fyrir en seinna, þannig að það var ákveður en þær myndi bara taka gildi á nýju ári í staðan fyrir að vera að skipta sumrun upp í tvennt og valda óþarfa ruglingi og þannig. Þannig að þess vegna er það samþykkt frá og með næsta ári en við erum að taka til afgreiðslu núna. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig þetta 7. mál dagskrá? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru því samþykkt vinsamlegast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er komið að 7. máli á dagskrá fundarins, menntastefna Árborgar. Tillaga frá 13. fundi fræðslu og frístundanefndar frá 19. júní, liður 2. Menntastefna Árborgar lögð fyrir til staðfestingar. Fræðslu og frístundanefnd staðfesti menntastefnuna og þakkaði öllum þeim sem hafa komið að vinnu við hana. Nefndin vísar því málinu til bæjarstjórnar til umræðu og samþykktar. Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, hefur beðið orðið. Ég opna fyrir mælendaskrá. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur og ég bara fagna þessari nýju menntastefnu sem er ætlunin að við kannski svolítið tökum í notkun á fræðsludegi Árborgar sem er 20. ágúst en mér langar bara að lesa innganginn með leyfi forseta. Það menntastefna Árborgar ber heitið Vegur til visku og velferðar og er ætlað að vera öllum þeim sem vinna með börnum og unglingum sveitarfélagsins leiðbeinandi leiðarljós að farsælu námi og frístundastarfi. Menntastefnan inniheldur 1 meginmarkmið, 3 leiðarljós og 5 stoðir sem að styðja við og leiðbeina það hvernig faglegt skóla og frístundastarf er framkvæmt í sveitarfélaginu með vellíðan barna og unglinga í huga. Byggt var á niðurstöðum úr rýnihópum og spurningakönnunum sem lagðar voru fyrir nemendur, foreldra og starfsfólk, leik-, grunn- og framhalds- og tónlistarskóla, íþróttahreyfingar og frístundaþjónustu á vordögum 2023. Menntastefnan byggir einnig á menntastefnu stjórnvalda til 2030
grunnþáttum menntunar og gildandi aðalnámskrá, leik- og grunnskóla auk barnasáttmála og heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Þverfaglegur hópur hagaðila tók þátt í gerð menntastefnunnar og fékk hún umsögn frá foreldraráðum, leik- og grunnskóla, fræðslu- og frístundanefnda og þverfaglegum hópi starfsfólk fjölskyldusviðs. Einnig starfaði svona ritstjórn og sem að við Ellý bæjarfulltrúi hún var reyndar sem starfsmaður en ég sem pólitískt kjörin og er bara að berja líka þeim bara og öllum þeim sem komur inn að bara þessari stefnu því þetta er búið að vera mikil vinna en ég held að þetta hefði bara verið mjög flott niðurstaða og það er svo bara til svona að skoða þá eru leiðarljósin, það er vitinn niður á Stokkseyri og svo eru stóðirnar, það eru brúin okkar þannig að það er alveg verið að vísa svolítið í bara okkar kenniliti þannig að ég bara fagna þessari stefnu. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta, Brynhildur. Þá er Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, beðið orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar, aðrir tilheyrendur, mér langaði bara að koma rétt hérna upp til þess að bara óska okkur til hamingju með þessa stefnu og leið þakka öllum þeim fjölmörgu sem að koma að þessu eins og Brynhildur bæjarfulltrúi kom hérna inn á áðan og það eru fyrrverandi nefndir, þetta er búið að vera fyrrverandi tíma í bígerð en búið að vinna þetta alveg rosalega vel og ég bara þakka sérstaklega starfsfólki sveitarfélagsins sem kom að þessu með beinum með óbeinum hætti sérstaklega fyrir þeirra framlag því að þetta er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að vera með þessa stefnu og þurftum auðvitað að vera með yfirstefnu og stefnu á öllum sviðum en menntastefna hún er okkur afar dýrmætt og skiptir auðvitað börnin okkar og foreldra og auðvitað allt starfsfólk sem er að mennta börnin okkur öllum skólastigum miklu máli. Takk fyrir þetta, Fjóla. Ég held að getum allt tekið undir þetta. Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista, beðið orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Mér langar líka bara að koma hérna upp og þakka öllum þeim sem komu að vinnu við menntastefnu Árborgar. Ég veit að ég er ekki alveg hlutlaus eins og hefur komið fram. Og það verður virkilega gaman að fylgjast með innleiðingu stefnunar sem mun hefjast bara núna strax í haust en verður framkvæmd í nokkrum áföngum. Mér langar líka sérstaklega að koma hérna upp og þakka deildarstjóra skólaþjónustu fyrir það að hafa leitt vinnuna við þessa stefnu að miklum sóma og á hún mikið hrós skilið. En auðvitað var hún með gott fólk með sér líka. En mér finnst alveg bara að hún þurfa að fá ekstra hrós hér í pontu. Bara til hamingju við öll með þessa nýju glæsilegu menntastefnu. Takk fyrir þetta, Ellý og Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, beðið orðið. Forseti, svo sem ég bara var að koma upp og tek undir með þeim sem hafa komið hérna undan mér. Ég óska ykkur bara öllum til hamingju með þessa flottu stefnu og það er auðvitað þannig án stefnu þá erum við náttúrulega bara eins og höfuðlaus her og það skiptir bara gríðarlega miklu máli að við vitum hvert við ætlum og að við höfum að einhverja stefna og að við getum sýnt fram á það með þeim vörðum sem við búum okkur til á leiðinni að við séum að komast þangað sem að við setjum okkur stefnum. Þannig að bara takk allir sem lögðu hönd á plóg og þetta er gríðarlega mikilvæg vinna og skiptir miklu máli fyrir okkur öll í samfélaginu. Takk. Takk fyrir það, Arna, og þá hafa ekki fleiri kveðið sér hljóðs og við göngum til atkvæða þessa nýju menntastefnu Árborgar. Þeir sem henni samþykk veist að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 8. mál á dagskrá fundarins, það er reglur leikskóla í sveitarfélaginu Árborg 2024. Tillaga frá 13. fundi
Fræðslu- og frístundanefndar frá 19. júní síðastliðin liður 3. Þetta eru breytingar á reglum leikskóla lagðar fram til afgreiðslu. Fræðslu- og frístundanefnd staðfesti reglurnar og vísa þeim til bæjarstjórnar til samþykktar. Og hér eru 2 fylgiskjöl sem útskýra málið mjög vel, en Brynhildur Jónsdóttir hefur beðið bæjarfulltrúi D-lista hefur beðið orðið og ég hef opið hér fyrir mælendaskrá. Já, takk fyrir það, forseti. Forseti og bæjarfulltrúar, eins og kemur fram hérna í fylgiskjölum, þá er verið að breyta reglum til samræmis þeirri breytingu á framkvæmd þjónustu í leikskólum. Það sem að við samþykktum bara held ég síðast og það kemur fram bæði þarna undir minnisblað og þarna er í reglum þarna sem það er gulmerkt. Þannig að, já, ég ætlaði bara kannski aðeins að upplýsa ykkur það. Takk. Já, takk fyrir þetta Brynhildur. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, beðið orðið. Forseti, já, við vorum nú búin að fjalla þessar breytingar áður, þar að segja þetta svona tilraunaverkefni sem á að fara í núna í 1 ár, það er að segja með þessa að foreldrum verið boðið upp á að mér finnst svona aðeins erfitt að orða þetta. Þetta er dálítið óheppilegt orðalag sem er í þessu, en það er einhvern veginn, þetta hefur verið niðurstaðan, það tala skráningardaga, en þetta snýst þá náttúrulega að á ákveðnum dögum á árinu þá ef að foreldrar gefa upplýsingar fyrirfram að þeir nýti ekki leikskólapláss, þá láta þeir vita því og fái afslátt á leikskólagjöld. Öfugt, það eru ákveðnir dagar á árinu, það eru eins og haustfrí, vetrarfrí, dymbilvika, að þá lætur við vita og þá að þú ætlir ekki að nýta. Já, en það er það sem að jú, það er náttúrulega þannig, en það sem ég veist óheppilega orðað í þessu og ég vildi að við myndum breyta á eitthvað nátt, það er að mér finnst að fólk ætti að mér finnst þetta til dæmis mjög erfitt orðalag að það er verið að tala að almennur opnunartími leikskóla sé til 2 á föstudögum. Mér finnst það til dæmis ómögulegt. Mér finnst að það eigi að frekar að tala að fólk láti vita ef það ætlar ekki að nýta sér þjónustu eftir klukkan 2 og þá fái það afslátt. Að þetta sé afsláttur á gjöldum en ekki eins og að tala að fólk er að borga aukalega fyrir, það er eins og þetta sé auka þjónusta. Mér finnst það ekki nógu gott. Við senda ákveðin skilaboð til fólks og ég hefði viljað að þetta væri öðruvísi orða þó að það sé við erum ekki að fara að breyta inntakinu en mér finnst þetta ekki nógu gott að það er verið að fara einhvern veginn, mér finnst það eigi frekar að gefa fólki afslátt sem ætlar ekki að nýta sér heldur en að sé verið að borga aukagjald. Mér finnst það er eitthvað inntakið við þetta sem að mér finnst við ekki verið að senda nægilega góð skilaboð til foreldra. Og þá er eins og sért þetta með, ef þú þarft að nýta þetta þá er þetta eins og sért svolítið byrði, af því að það er í rauninni búið að loka. Þannig að mér finnst að við ættum að orða þetta öðruvísi og það er mín tillaga að við breytum aðeins orðalaginu að við það er ekki, að sé ekki tala almennan opnunartíma, heldur að fólk láti vita að það þarf þjónustu eftir klukkan 2, ef það nýtir ekki þjónustu þá fær það afslátt. Og ef þú nýtir ekki þjónustu á haust og vetrarfríi þá fáir þú afslátt. Mér finnst það bara ákveðin munur á hvað skilaboð sendir út. Takk fyrir það, Arna Ýr. Þá er Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, beðið orðið. Forseti bæjarfulltrúar tilheyrendur. Já, góð umræða, þetta er akkurat kannski einmitt
hvora leiðina förum við, því að umræðan var í rauninni út frá bara við þeirri vinnu sem var unnin hérna hjá starfsmönnum sveitarfélagsins þegar við samþykktum í rauninni þetta tilraunaverkefni fyrir í vor að akkurat fara í rauninni hina leiðina og það vorum við búin að ræða allan mjög vel og fleiri sveitarfélag sem hafa gert það, en mér minni rétt að vorum við svolítið að horfa á Akranes og Mosfellsbæ í þeim efnum þegar þessi vinna fór fram í vetur og í vor þegar við samþykjum þetta og þessar breytingar og reglum eru þetta bara framhald af þeirri samþykkt. Það var akkurat í rauninni að lækka eins og kemur fram í gjaldskrárbreytingunum eftir að við erum í rauninni að lækka gjaldskrána af því að það er gert ráð fyrir því að þú sem er bara einmitt ákvörðun og þetta er bara mismunandi hvernig hún nálgast að þú þurfir ekki að nota þessa daga þannig að þú þarft ekki að láta vita, ef þú bara lætur ekki vita þá ertu ekki rukkaður. En ef þú vilt nýta þjónustuna og hún er í boði, sannarlega í boði eftir 2 á föstudögum á þessum skráningadögum svokölluðu sem eru haustfrídagar og aðrir að þá lætur bara vita að þú vilt nýta þjónustuna og þá borgar bara fyrir það. Þannig að þú þarft ekki að borga sjálfkrafa fyrir þetta eða það þarf að endurgreiða eitthvað, það er bara að lækka gjaldskráin sem gildir þá fyrir alla. Þannig að ef þú vilt nýta þér einhverja þjónustu og það var áhugavert að heyra frá einu foreldri sem er búið að sýna þessu mikinn áhuga að það var akkurat fagnað þessum sveigjanleika á föstudegi að þú í rauninni lætur vita ef þú vilt nýta þér þjónustuna að það er ekki verið að rukka þig fyrir þannig að þú þarft ekki að láta vita til að fá afslátt heldur lætur bara vita ef þú vilt nýta þér þjónustuna. Þannig að þú kannski einn föstudaginn ertu bara að fara eitthvað og það bara nærði barnið kl. 2 og þarft ekki að borga fyrir það en svo aðra daga viltu nýta þér það. Þannig að en þetta er alveg, ég get alveg skilið hvað Arnar er að pæla og þetta er bara svona annarkvor aðferðafræðin er tekin og við samþykktum svo sem við vorum að fara í þessa aðferðafræði sem tilraunaverkefni en já, svo kemur vinnutímastyttingin eða svo koma nýjir kjarasamningar inn í þetta núna náttúrulega sem er verið að samþykkja sem getur kallað á einhverjar breytingar og það er ennþá bara verið að náttúrulega við erum að vinna úr því ef það kallar á einhverjar breytingar í takti við þetta. En svo má líka taka fram sem var hluti af þessu var þetta að það var samþykkturinn að það væru lokunadagar á milli jól og nýjárs. Það var einu dagarnir sem voru sannarlega lokað og felldir út í rauninni en hitt væru skráningadagar sem bæði föstudagar og hinn. Ég spotta þetta, það er reyndlega ekki skráningadagar en aðrir dagar, þessi haustfrídagar og annað eru túlkaðir sem skráningadagar og veit að hafa verið að nota það, ég get alveg sammálað þetta er svona orðahengishátturinn en allavega þetta var það sem við samþykktum í vor og verið að breyta reglum í takti við það þannig að og svo þarf að endur með þetta náttúrulega eftir hennar tíma. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi, þá er Fjóla Steindóra Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi í D-lista beðið um orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar í tilheyrendur. Já, þetta er svo sem kannski eitthvað sem er hægt að skoða. Ég veit bara þegar það verið að horfa náttúrulega fyrst og fremst til Mosfellsbæjar og þeir eru að gera þetta með þessum hætti og þess vegna ákveðum við að gera þetta sem tilraunaverkefni í 1 ár og kannski gerðu það náttúrulega vegna þess að og gengum það langt að loka milli jól og nýjárs fyrst og fremst kannski að því að núna þegar þetta tilraunarár stendur yfir að þá er hvað 1 dagur, er það ekki? 2 dagar. Þannig að það var ákveðið að láta slag standa og mæta starfsfólki en hvort að ég veit að mesta óánægjan var og hefur verið í Mosó varðandi föstudagana vegna þess að á föstudögum þá þarf það skráði vikulega. Það er lagt upp með það að þú verður skráði vikulega en það var alveg gengið en þetta var svona kannski aðalega þetta hvernig var fólk að skilja þetta. En þetta er auðvitað þannig að þú getur haldið algjörlega þeim vistunartíma sem þú hefur verið með að fullu eins og staðan er. Það er lagt upp með að þú greiðir miðað við það að þú nýtir þér það ekki þannig að og skráir þig vikulega fyrir hvern föstudag. Og það þarf að gerast ákveðnum tíma, það var að vera að reyna að horfa til þess að skráningin gæti verið með einföldum hætti. Jafnvel eins og bara inn í sportfólk þar sem þú skráir barnið þitt, hvort það mætir eða mætir ekki á æfingu, hvort það verður að horfa til svoleiðis einfaldleika í nútíma samfélagi 2024 sem væri náttúrulega langt best, þá geti þetta bara verið eitthvað sem að foreldrar gera vikulega út frá því hvernig staðan er á heimilinu, hvort það er eldri systkini sem geta sótt eða hvort það sé vinnutímastyttingin. En svo auðvitað eins og komið fram áðan, við ákveðum að halda áfram með þessa vinnu þó svo að það lægi í loftinu stytting vinnuvikunar en frekar, þannig að það aftur að koma í ljós hvernig það kemur svo samhlega þessu en ég held að þetta sé svona kannski mildleið og þetta er þetta bara til
tilraunaverkefni í 1 ár. Þá erum við komið með, þá er sveitafélagið komið með tölfræði á bakvið þessa daga, vegna þess að það er auðvitað mjög óheppilegt eins og gerist kannski núna í dymbilvikunni að það eru starfsmenn sem vilja fá leyfi og eiga inn í leyfi og það er ekki hægt að veita leyfi því það eru allir skráðir en svo vantar 35 börn. Þá hefðu þessir einstaklingar geta fengið sitt leyfi eða farið erlendis að gert það sem að þeir voru að sækjast eftir. Þannig að þetta er til þess að mæta auðvitað þessari vinnutímastyttingu sem er löngu samþykkt. Takk fyrir þetta, Fjóla. Eru fleiri sem að tjá sig? Ef svo er ekki, já, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, 12. stundu. Forseti, já, ég er í rauninni í grunninn, ég er náttúrulega algjörlega sammálaði að fara út í þetta tilraunaverkefni og mér finnst þetta mjög jákvætt að prófa þetta og en mér finnst við þurfum aðeins að vanda okkur í svona hvernig við orðum hlutina. Svona, að því fólk má ekki upplifa að það sé einhvern veginn að þú veist, að eiginlega er leikskólinn lokaður en þú veist, það er svona, þetta, mér finnst það svona að fer aðeins í með þarna að leikskólinn sé rauninni lokaður klukkan 2 en ef þú þarft þá að sko ég hefði vilja að við orðuðum þetta eins og að það væri sko, þú væri að fá afslátt í staðin fyrir að, já, en við getum þetta, það er náttúrulega, þetta er tilraun og við þurfum bara að skoða, þú veist, hvernig þetta gengur fyrir sig og allt það. Það er bara mikilvægt að við vöndum til og að fólki líði vel með þetta sé ekki eitthvað svona, já, þetta valdi einhverjum óþarfa streitu og þrýstingi. Takk. Takk fyrir það, Arna Ýr. Já, það er þetta með orðalagi, það verður kannski fundið eitthvað betur út úr því og málið svo kynnt til að það kemur. En þá berum við þetta upp til atkvæða þeir sem eru því samþykk vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 9. máli á dagskrá þessa 40. annars fundar bæjarstjórnar Árborgar. Það er reglur skólahverfi, innritun og umsóknir í grunnskóla Árborgar. Þetta er tillaga frá 13. fundi fræðslu- og frístundanefndar frá 19. júní síðastliðinn liður 5. Endurskoða reglur skólahverfi, innritun og umsóknir í grunnskóla Árborgar lagða fram til samþykktar. Sviðsstjóri fjölskyldusviðs kynni breytingar á reglunum, fræðslu- og frístundanefnd staðfesti reglurnar og vísaði þeim til bæjarstjórnar til samþykktar. Og frekari útskýringar eru hér að fá í 2 fylgiskjölum sem að fylgja málinu og íbúar og aðrir áhugasami geta glöggvað sig á þegar að fundargerðin hefur verið sett á alnetið en ég opna fyrir mælendaskrá. Ef einhverju vilja tjá sig, ef svo er ekki að þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru því samþykk vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Er ekki rétt Sigríður, við getum orðað það þannig. Einn bæjarfulltrúi hafi brugðið sér á salerni og það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 10. lið á dagskrá fundarins. Það eru gjaldskrár 2024. Þetta er gjaldskrá fyrir leikskóla Árborgar frá 1. ágúst 2024 og lagt er til að bæjarstjórn samþykki þessa gjaldskrá. Ég opna fyrir mælendaskrá fyrir þá sem vilja tjá sig þessar breytingar á gjaldskrá. Einhverju sem vilja tjá sig það. Ef svo er ekki þá göngum við til atkvæða þeir sem eru þessum breytingum samþykk vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 11. lið á dagskrá fundarins, það er fundartími bæjarstjórnar og bæjarráðs kjörtímabili 2022 til 2026. Tillaga fyrirkomulag funda bæjarstjórnar í júlí og ágúst og að bæjarráði verði falin fullnaðarafgreiðsla mála. Forseti leggur til að bæjarstjórn taki sumarleyfi og að fundi bæjarstjórnar liggi niðri í júlí. Næsti fundur bæjarstjórnar verði því þann 21. ágúst næstkomandi. Meðan bæjarstjórn í sumarleyfi fari bæjarráð með sömu heimildir og bæjarstjórn hefði ella. Bæjarráð tekur ákvarðanir að víkja frá fundartímum samkvæmt bæjarmála samþykkt eftir því sem þurfa þykir. Einhverju sem vilja tjá sig þetta er nú svona nokkuð líkt allir í venju hér í bæjarstjórn Árborgar og sjálfsagt víðar. Nei. Þá ber ég þetta upp til atkvæða þeir sem eru þessu samþykki vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða.
Þá er 12. mál á dagskrá og þá tökum við til við að fara hér og ræða fundargerðir sem að fyrir fundinu liggja. Það er 12. mál á dagskrá ungmennaráð, 4. fundur haldinn 27. maí síðastliðinn. Einhverjir sem vilja tjá sig þann fund? Ef svo er ekki, þá förum við í 13. lið á dagskránni skipulagsnefnd, 30. fundur haldinn 5. júní síðastliðinn. Einhverjir sem vilja tjá sig það? Ef svo er ekki, þá förum við í 14. mál á dagskránni bæjarráð, 91. fundur haldinn 13. júní. Einhver sem vilja tjá sig þann fund? Það var Arnar Freyr Ólafsson sem var sjónarmun á undan Fjólu Steindóru. Arnar Freyr Ólafsson bæjarfulltrúi í B-lista við orðið. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég er að glíma við sama vandamál og forseti bæjarstjórnar áðan. Ég vil nú ekki að bregða mig frá, en ég er ekki að ná tengingu við við alneti. Þannig að ég er í stórkostlegum vandræðum. Ég væri eiginlega alveg til í að hleypa þá bæjarfulltrúar Fjólu fram fyrir mig ef að það er í lagi. Og lánaði borgu? Já, takk fyrir mig. Bregðast við því. Námstalvan verður þá að virka. Þú virkaði ekki á þann. Vonandi. Takk fyrir. Þetta eru snörp viðbrögð og ævinlega þakklátur. Það er fyrir... Nei, þetta er... Hérna erum við ekki í bæjarstjórn það. Í bæjarráð, þá vorum að fjalla bæjarráð, það ekki? Jú, það er 14. mál. 14. Það nær bara niður á 12. Já, þetta er fundargerð bæjarráðs. Já, fyrirgeðu, já. Ok, takk fyrir. Það er vegna... Ég held að það hefði verið þarna inni, það var út á Árbakkalandinu. Ég verð bara að gefa, er það nummer 2? Já, takk. Já, virðulegur forseti, afsakið töfina. Já, ég kannski að hluta til að þá var mér til efs í þessu afgreiðslu þessu máli í bæjarráði að það væri þarna framkvæmdaleyfi veitt vegna þess að kalla kannski eftir því frá skipulagsnefnd og þá mögulega líka frá formanni bæjarráðs hvort að það sé raunverulega búið að skrifa upp og að þetta sé byggingarhæft land. Ég hef fengið ákvörðun það að það þurfi mögulega að athuga það og fá í rauninni verkfræðilega úttekt á þessu bæði vegna flóðahættu og annað og svo ekki síst vegna jarðlaga sem eru þarna undir. Að við þurfum að athuga vel hvort að þetta sé byggingarhæft og vissulega sko ef að við erum ekki að fara að taka þátt í kostnaði við að leggja lagnir þarna nema að litlu leyti að mér skilst að sé svona í kringu 20 milljónir sem að kostnaður veitnanna kann að verða en þá finnst mér hætta á að við séum að fara okkur all hratt þarna og það væri gaman að fá svar við því hvort að þetta sé komið á það stig að þetta sé orðið byggingarhæft og hvort við séum búin að fá niðurstöðu frá verkfræðilegum úttektum. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Arnar. Það er gott að ég er ekki einnum að láta tæknina stríða mér, en Fjóla Steindóra Kristinsdóttir bæjarfulltrúi D-lista hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, ég ætlaði nú að koma undir tala um 2 liði fyrsta lagi annan lið sem er sama lið og Anna Arnar var að tala um, Árbakkalandið og mig langar í rauninni líka að spyrja út í það sem ég fagna því að menn eru farnir af stað. Mér finnst aðeins óljóst
hvort að það liggi fyrir öll gögn, mér finnst eins og sé svolítið mikið svona í samstarfi við sveitafélagið sem hefur einmitt ekki verið kannski leyfilegt hingað til og ég spyr þá hvort að að því að það hefur verið leyft að menn fara af stað og leggja lagnir og geri það á sín einn kostnað án allra vaxta og bara alls kostnaði fyrir sveitafélagið og sveitafélagið hefur svo komið og greitt tilbaka þegar það hefur verið inn í fjárhagsáætlun. Það sem mér finnst bara óþægilegt við þessa bókun eða þessa umfjöllun þarna er að mér finnst þetta eins og þetta liggi ekki nákvæmlega fyrir öll hönnun og hönnunargögn vegna þess að það gerir það verkum þá að þá liggur ekki fyrir algjörlega kostnaðurinn. Og mér er mjög annt fjárhagsáætlun 2024 sem á önnur ár og kalla því eftir því hvort það sé ekki öruggt að þarna sé að vera að afgreiða líkmál með líkum hætti og kalla eftir öllum gögnum að þau liggi fyrir og þar lendi þá svona nokkurn veginn allur kostnaður varðandi það sem kemur til með að falla á sveitafélagið þegar að því kemur en það er nú kannski einu sem ég hef varðandi þetta. Svo er ég nú bara með tillögu þegar kemur af lið 5 sem að við ræddum aðeins og vel áðan. Ég bara fór að hugsa í sætinu að þetta væri kjörið fyrir kjörið sem innviðagjald að þeir aðilar sem eru að fá þarna mikla fjármuni afhenta frá sveitafélaginu að þeir sæi sóma sinni því eins og þeir hafa gert í þeim málum sem þeir hafa komið að í að bara kosta upp á þannan garð og gera það vel og miklum sóma því það var í rauninni bara lág upphæð í innviðagjöld miðað við það þurfa hvorki að greiða fyrir landi né fyrir viðbóta byggingarétt. Annars ekki meir. Takk fyrir það Fjóla Stendur og þá er Bragi Bjarnason bæjarfulltrúi D-lista beðið um orðið. Forseti bæjarfulltrúar tilnefndur. Já, það kom fram kannski bara rétt svona til upplýsingar einmitt lið 2 af því við fengum í rauninni Atla Marel Vóks sviðsstjóra mannvirkja og umhverfisins inn á fundinn einmitt til þess að fara yfir með öllu bæjarráði og starfsmönnum hvernig hefur verið háttað með bara önnur sambærileg verkefni þannig að við værum í rauninni akkurat að afgreiða mál með sambærilegum hætti því að samt er öll það eru mismunandi áskoranir í hverju verkefni sumt liggur alveg fyrir og annað ekki þegar umræða fór fram í bæjarráði þá var meðal annars búið að klára gögnin fyrir dælubrunnin þau voru komin og hann taldi að það hefði verið í rauninni algjörlega gert verið bara eins og með öðrum aðilum sumir hafa bara skila öllin og það hefur ekki verið neitt sem hefur kannski legið út af en síðan hefur í rauninni einhver atriði sem menn hafa svona leyst framhaldi og ég ætla nú ekki að vísa í orðin en hans beint í rauninni varðandi regnvatnslögn út í Ölfusá það var í rauninni verið að vinna í því með sveitafélaginu og auðvitað viljum við að starfsmenn hafi ákveðið svigrúm innan þessa ramma sem til að vinna tengingarnar við Frálensis var eiginlega beiðni sveitafélagsins þannig að það lá allt fyrir frá Árbæjarfljóti en tengingarnar við kerfi sveitafélagsins þar vildi sveitafélag fara ákveðna framkvæmdir við Hörðuvelli og síðan í rauninni einmitt lagning hitaveitu sem verður breyting í nýjum samningum en í þessu samningum að framkvæmdaaðili leggur en sveitafélagið í rauninni greiðir samkvæmt bara þeim fjárheimildum og Arnar nefndi einmitt upphæðina sem í þessu áætlunin talsvert hærri og það eru fordæmi einmitt fyrir því að framkvæmdaaðilar hafa lagt þetta þeir leggja í rauninni alltaf með eftirliti sveitafélags og rukka síðan sveitafélagið en það eru fordæmi fyrir því að menn hafa lagt út fyrir þessu meiru þannig að sveitafélagið sé ekki hamlandi út frá fjárhagsáætlun vaxtalaust, akkurat og svo hefur það verið greitt þá bara eftir samkomulagi til tíma og ég veit til þess í þessu máli ef menn vilja fara umfram heimildir sveitafélags á þessu ári þá er verið að vinna með sambærilega hugsun og bara hefur ráð því að við eigum að halda þeirri línu eins og afgreiða mál með sambærilegum hætti. Takk fyrir. Takk fyrir það Bragi Fjóla Stendur og Kristinsdóttir bæjarfulltrúi D-lista beðið um orðið. Já, forseti, þá spyr ég aftur af því að nú veit ég að það liggi ekki öll gögn þarna fyrir. Það er ekki afgreiða sambærileg mál með sambærilegum hætti vegna þess að hingað til hefur það verið þannig að menn þurfa að leggja öll gögn fyrir og það hefur ekki verið hægt að byrja nokkrum sköpuðum hlut fyrir það liggur allt saman fyrir. Takk fyrir það Fjóla Stendur.
Björgvin Guðni Sigurðsson, varabæjarfulltrúi í S-lista, biður um orðið. Forseti og tilheyrendur, það er rétt að komi fram að, svo kemur hérna fram í fundagerðinni frá fundi skipulagsnefndar, þá satt Viktor Pálsson, fulltrúi S-lista, þann fund og hann bókaði eftirfarandi og greiddi atkvæði á móti afgreiðslu málsins á þeim forsendum sem að framkoma í bókuninni. Þar segir í 4. og 5. grein samning framkvæmda aðila og við sveitarfélag segir að full unnin hönnunargögn skuli liggja fyrir og vera samþykkt af sveitarfélaginu og öllum hlutaðeigandi veitufyrirtækjum áður en framkvæmdir hefjist. Ágreiningslaust er að ekki liggja fyrir gögn er snúa að hönnun dælubrunns og tengingu lagna sem og vegna fráveitu við framkvæmdina. Þar sem fullnægjandi hönnunargögn liggja ekki fyrir er rétt að fresta afgreiðslu málsins þar til slík gögn hafa verið lögð fram. Þetta er mjög skorinorð og málefnaleg bókun þar sem að lagt var fram að málinu væri frestað þar til þessi gögn lægju öll fyrir, rétt eins og fram hefur komið í máli bæjarfulltrúa Arnars og Fjólu Steindóru og undir það skal tekið. Takk fyrir það, Björgvin Guðni. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi í D-lista. Já, rétt til að svara, forseti bæjarfulltrúar tilheyrendur, rétt til að svara fyrirspurn Fjólu sem kom, ítrekaði spurningu sína að það sem kom fram í rauninni á fundinum hjá bæjarráði, þar sem við fengum í rauninni starfsmann sem vinnur að þessu, þá var talið já að það væru fullnægjandi gögn sem lægi fyrir þannig að það væri hægt að afgreiða þetta og það væri í samræmi við önnur verkefni þó að menn hefðu kannski ekki lent í, þó sem það er dælubrunnur en það væri kannski eitthvað annað sem menn hefðu lent í að leysa í öðrum verkefnum. Það voru svörin sem bæjarráð fékk og taldi bara trúarlega og tók þau skýringu þannig að það var samþykkt að veita þetta framkvæmdarleyfi. Takk fyrir. Takk fyrir það, Bragi. Þá er Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi í B-lista, biður um orðið. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, þetta er svolítið bagalegt að það er ógurleg samvinna sem er alltaf tíundu í öllum samningum og samkomulögum og útfærsluheimildir eru lagðar fram og þá bara að afgreiða þetta með þeirri heimild sem er svo hægt endalaust að flysja út og það er einmitt það sem að sporin hræða hér. Við erum að sjá garðinn með leyfi forseta, afgirtan, en það verður umverulega með í fullri sátt og samvinnu og svo var að laga fram tillögur seinna hvernig hægt að flysja og þenja út. Og hér er aftur verið bara að höggva í sama knérið. Og núna held ég að sko í nefndunum og meiri hluti og minni hluti verður hreinlega að fara að taka sér saman í andlutinu að sko fara að girða fyrir svona endalausa orðaklæki. Og ég held bara að fólk verður bara að fara að vinna nákvæmar og leggja fram gögn nákvæmlega hvernig það ætla að gera hlutina og sem var unnið af fagaðilum, ekki einhver krota á einhverjum yfirlitsmyndum, fara að koma fram með gögn sem að halda vatni strax í upphafi, leggja fram inn í nefndirnar, þannig að sé hægt að taka málið til umræðu og afgreiðslu, ekki endilega að segja við ætlum einhvern veginn að gera þetta svona en svo er ásinn bara fyrir aftan hendi og svo bara hægt að vippa hana fram þegar enginn er að horfa. Ég bara árétta það, við þurfum að hætta að gefa þessi endalausu vilyrðum í nafni samvinnu og vinskapar og bara vinna málin svolítið faglegar inn í nefndunum og fá og kalla eftir gögnum þannig að við getum tekið hlutina til afgreiðslu eins og fólk. Eins og stjórnsýslu, góðri stjórnsýslu sæmir. Þannig að það sé búið að ákveða hvað felst í samkomulaginu, ekki að það er samkomulag samvinnu og svo er óútfylltu teki sem að við veitum með þessu samvinnu hugsjónar samþykki. Þó að samvinnu hugsjónar sé
inn og sér afskaplega fallegt hugtak. En þetta er allt saman með ráðum gert, við viljum að reyna að létta þetta að sjálfsögðu. En já, ég er bara svona árétta það að við þurfum auðvitað að kalla eftir því að fá þetta fullunnið inn í nefndina. Takk. Við þökkum samvinnumanninum Arnari Frey Ólafssyni fyrir, Arna Ýr Gunnarsdóttir bæjarfulltrúi S-lista. Forseti, já, fyrst varðandi lið 2 í fundagerð Bæjarráðs, 91. fundi Bæjarráðs, þá vil ég bara taka undir með þeim sem hafa komið hérna upp, bæjarfulltrúa Fjólu Kristinsdóttur og Arnari Frey og Björgvini G. Sigurðssyni sem hafa lýst yfir áhyggjum sínum með að það sé of margir óvissuþættir varðandi þetta mál og það er bara eins og bæjarfulltrúi Arnar talaði hérna áðan að þetta er náttúrulega ekkert, það þarf að hnýta alla enda og það getur ekki verið einhvern veginn, það er eins og allir séu alltaf bara í einhverju góðri trú með að hlutirnir fari svona hinsegin, en það eru allt of margir lausir enda og mikil óvissa og þess vegna er þetta í rauninni ekki tækt til afgreiðslu eins og þetta lá fyrir þarna með þeim gögnum sem þarna voru. Ég vildi líka ræða þarna annað sem að var, býtu nú við, hvað er þetta? Já, lið 3 í fundagerðinni, Bæjarráðsfundagerðinni, þar við fengum heimsókn á fundinn frá Díönu Óskarsdóttur, forstjóra HSU. Það var afskaplega góð heimsókn og mjög mikilvægt að við hittum hana með jöfnu millibili og heyrum hvernig málum er háttað og hvernig hlutinni ganga fyrir sig á okkar gríðarlega mikilvægu stofnun, Heilbrigðisstofnun Suðurlands. Það skiptir auðvitað ofboðslega miklu máli að við eigum í góðri samvinnu. Þetta er auðvitað ein mikilvægasta stofnun okkar hér á þessu svæði og skiptir auðvitað bara miklu máli upp á velferð íbúa. Við eigum í miklu samstarfi við þau af því við erum auðvitað að sinna velferðarþjónustu, bæði Heilbrigðisstofnunin og sveitarfélagið, og við erum í miklu samstarfi okkar viðkvæmu hópa sérstaklega. Og það sem náttúrulega sló mig í þessari heimsókn var auðvitað það að hún var í heimsókninni meðal annars að lýsa yfir miklum vonbrigðum með þá ákvörðun sem var tekin hér í sveitarfélaginu meirihlutanum að loka dagdvölinni Árbliki í sumar. Hún lýsti yfir miklum vonbrigðum með það og fannst það til dæmis að þar hefði þurft að vera betra samráð og betra samstarf og það er auðvitað kemur sér alveg gríðarlega illa fyrir þennan viðkvæma hóp að það sé ekki þjónusta í boði í þessari á þeim mikilvæga stað sem dagdvölin er fyrir hóp sem að fer í rauninni mjög lítið að bæ, fer eiginlega ekkert út úr húsi nema að fara í dagdvölina og hitta þar fólk, fá þjónustu, aðhlynningu og það eru miklar áhyggjur sem Heilbrigðisstofnunin situr með þar sem að þetta eru auðvitað akkurat þegar að þeirra starfsemi er aðeins löskuð, það eru sumarfrí, það eru sumaraflýsingar fólk og það þýðir auðvitað að þessi hópur, hann er í erfiðri stöðu, viðkvæmri en annars og að því að við erum að vinna þetta í miklu samstarfi. Þannig einstaklingar að fá aðstoð við persónulegt hreinlæti, það er böðun og fólk er að fá góða næringu og allskyns aðstoð með lyf og allskyns hluti. Þannig að það var bara mjög vont að heyra það frá forstjóra HSU að þetta væri að setja strik í reikninginn og hún lýsti miklum vonbrigðum með þetta og ég ætla bara að taka undir með henni. Ég hef auðvitað lýst því yfir frá upphafi vega frá þessi ákvörðun var tekin og við erum að tala um 4 milljónir. 4 milljónir. Hver voru aftur hækkun á launum formanns Bæjarráðs? Hún er búin að fara nokkrum yfir það, en þetta eru mikil vonbrigði og ég ætla að taka undir með forstjóra HSU varðandi þetta var afar neikvætt. Takk.
Takk fyrir þetta Arna Ýr. Þá hafa ekki fleiri kveðið sér hljóðs og við förum í 15. mál á dagskrá fundar bæjarstjórnar Árborgar. Það er bæjarráð 92. fundur haldinn 20. júní síðastliðinn. Einhverju sem vilja tjá sig um þann fund? Ef svo er ekki, þá er dagskráin tæmd og við í bæjarstjórn Árborgar fáum hér örlítið sumarfrí og hittumst næst í ágúst og það verður 21. ágúst næstkomandi. Ég vil nota þetta tækifæri og fyrir hann bæjarstjórnar þakka honum Rúnari Valgeirssyni tæknimanni sem er hér alltaf mættur á réttum augnablikum til að hjálpa okkur hér með tæknimálin og útsendingar. Þakka honum fyrir og Sigríði Vilhjálmsdóttur sem þið erum að rita hér fundargerð og veit okkur hér lágfræðilega hjálp og aðstoð. Óska íbúum, starfsfólki og bæjarstjórn gleðilegs sumars og við sjáumst hér aftur 21. ágúst. Fundi er slitið.